are you ready now? Svo ég vitni í góðan vinn minn Blöð. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Það komið nýr mánuður, mæ gengin í garð. Og FM 95 Blöð farið á stað enn eitt föstudaginn. Og þetta sé, ég veit ekki hvaða föstudagnúmer þetta síðan 2011. En eins og þið heyrið þá skipstjóran ekki í brúnni. Hann í ég var að koma úr high entertaining og high class ferð úr frá Atlantic City, á leiðinni heim núna í þessum töluðu orðum. Heyrst hefur á Auðun Blöndals, ég hafi aldrei verið stærri í bílum á leiðinni út á flugvöll. Það eru góðir menn að sjálfsögðu hérna með mér. Fyrirlið þáttanna alltaf á sínum stað. Egill Einarsson, verður velkominn og þú ert alltaf á sínum stað. Ég tek aldrei frí. Nei. Bara, ég alltaf þetta. En sko, ég ætlaði að vera í þessar Atlantic City ferðu öruglega, sko, ég líki vita hvað svo oft öruglega bílinu 6-11 sinnum líklega. Hvernig náður hann nagaði úr þeirri bjarnagildru í þetta skiptið það hérna? Sko, ég sagði við strákarinn daginn, ég til að fara hvert sem, þetta koncept gott, þetta með Króksara og Stoney og stundum Mushroom og Peter Joe, þetta mjög skemmtilega hópur. Konceptið að fara eitthvað og gamla og hella í sig, sem einfalt koncept, ok? Það til fleiri staðir en AC. Það það sem ég var að segja. Getum við mögulega breytt location? Þetta var the shit 1925 þegar Al Pacino, ekki Al Pacino, Al Capone var mökkaður hann þegar ég áfengi spanninu hann í Bandaríkjunum, þá var hann kongur, þá var þetta mjög skemmtileg stað. Ég með vilda hugmynd. Ef að fara til Las Vegas? Já, það við staður. Sko, það líka helviti góð Svo bara spilavíti í London og Prag og allstar. Af hverju þeir eru svona hate traveling? Sko, það var mitt koncept var ég aldrei skilið þetta, hvað málið við þennan stað að fara þarna aftur og aftur? Ef þeir fara ekki til Atlantic City þá bara hittast vinnahópurinn ekki neitt, sko. Bara allir miðaldra. Og þetta ekki Atlantic City. Það ekki að fara á einhvern annan stað. Nei, það verðist ekki vera, sko. Ég meina, þú getur farið til Amsterdam í kasínó. Þú getur farið hvert sem í kasínó og tenni. Já. Ég farið til Stuttgart og geggja kasínó þar, sko. Ég farið bara hvert sem í heiminum annað en til Atlantic City. Sko, vandamálum mitt sko, ég með litla þólimaði og sem, ég get að setja okkur gamblingborði. Ég með litla þólimaði í gamblinu. Ég get setið rúllutuborði í korter, kannski klukkara, pre-dinner, eitthvað svona, milli 5 og 6 setipartinn. Gamla aðeins, hörðu sér fyrir bara í dinner. Ég með störðlega staðarindum Króksara í Las Vegas. Ég fór með Sverri Bergmann tvisvar til Las Vegas. Og Óla Jó og Hvenær í anskotan fóru þið til Vegas? Það er way back when. Fóru til LA okkar E3 tölvuleikjar ástöndum með Óla Jó, King Game TV, sko. Óla Jó skemmtilegt þegar maður sem Íslandi vill líka reygu. Snillingu, sko. Roadtrip til Vegas. Sverri Bergmann satt í sólarhring á blackjackborði. Strengt. Það sagði svo, við vorum bara við tókum okkar að klúpa og rugl og bull og ég veit ekki hvar við endum, sko. Og veist að því að Vegas sturgluð, hann satt bara og gamblaði út í hið endalösu. Ég var góðarinn í hálftíma, 40 mínútur, sko. Svo fattar ekki þólið sem Króksarinn hefur á blackjackborðinu og rúlluborðinu rosalega. Það vandamálið mitt þarna, sem ég sé í AC. Ok, ég sest okkur rúlluborð með nokkuð tölur, sér þetta hálftíma og get bored, nokkuð að gera eitthvað. Gerum eitthvað. Og segja strákarna að við gera eitthvað. Þegiðu, ef að fara eitthvað og þá veit ekki að labba upp, tilt mér okkur torg einn og fengið með frosin bjór með eitthvað kirkju í bakgrunn. Ég get setið þær í 16 tíma einn. Og það getur þessi verið bara Barcelona eða eitthvað. Sverri Bergmann setur bara á blackjackborðið, það verður að dælinn súrefni, hann veit ekki hvað dagur hvað klukkan hann skýt sama, hann setur bara. Ok, sorry, en þetta eiginlega bara eitt af veikast sem ég heyrst. Þetta bara Ég elskaði Vegas, en við vorum bara allt, sko, bara geggjað. Og kostur í Vegas líka, þá áttu komið sjóin, getur farið á töfrasjóin og já, ég hendi bara Celine Dion og Cirque du Soleil já, með Michelin veitingastað og eitthvað. Þetta Atlantic City, þið miður ekki með það, sko. Sverri vildi bara sóma samlóku og sitja. En ég hlaka til, ég get ekki beðið núna þegar að nú veit ég þegar hún er á leiðinni heim. Akkurat núna, ég var að fá mynd, ég með sameilu chatti hérna, ég Blöð og Steindi. Ég var að fá mynd af taxanum og ég með sýnist menna að vera ferskari. Það pínu brekka í dag. Þeir eru leiðin út af völl núna og við erum að fara að taka núna blökast held ég á sunnudaginn þegar Steindi komin einhverjar tökur. Þannig að þeir verða þunnir á sunnudaginn. Þeir verða pínu. Ég helviti peppaður fyrir þeim þetta. Þú mætir þess að nýr úr kassanum. Fá smá skýrslu og ég hef aldrei verið betri. En eins og þess að sko, ég með segja þetta aftur, ég til að fara í þessa gambling fyrir næsta ári eitthvað annar location. Já, segnið mig líka inn, sko. Ég skal fara með ykkur. Já, má ekki bara fara okkur tónleika í Evrópu og gambling og alls konar. Það er ég að sitja í 3 daga. Reynd að segja Króksarunum það, sko. Já, Króksarunum bara í karaoke, keilu, boccia
mökka sig, búið, það er eins og En er þetta því að þú græðir meir í Atlantic City en annars staðar? Nei, þetta græðir enginn í kasinu. Ég veit það. Ef þú talar eitthvað við Fíkil, hvernig gekk? Ég bara höldi góð, bara aðeins upp, sléttur. Það var hann full of shit. Græðir enginn. Það lappar enginn inn og græðir hann og bara ákveðu hvað það að tapa miklu. Hvað líði með sæmilega með. Já, og ákveður að tapa ekki meira og það er svo það að gera. Það er enginn, ef þú heldur virkilega þetta fara til AC eða Vegas og græða áttu veruleika fyrstur og það er líklega að fara í meðferð. Já, rétt. En að bóka Vegas og bara veislu í 4 daga, 3-4 daga, því að Vegas má ekki vera meira en það, þetta má ekki vera lengra. En bara það, tökum það. En vandamáli samt 3 daga mökk í Vegas og þetta 2 flugvélar og þetta djöfis ferðalag fyrir 3 daga mökk. Ég man sko, við lendum að eldi á föstu, það voru búin að ferðast í sólarhringi í Kolga, frestum búið verið, eitthvað cancel út á vellu og kjaftaði sko. Við lendum og bara, hörru, töskur upp á herbyggi, let's go, við erum í Las Vegas, sem eitthvað að sofa. Hörru, svo eftir 2 daga svona bara, svo krössum við og eitthvað sko, svo bara day 3, þá bara, hörru, hingað ekki lengra sko. Þá tókum við dinner og bara upp á herbyggi að sofa sko. Það bara, maður gæti ekki meir sko. Nei, það er taka vikukerslu í Vegas sko. Fóruð þau ekki á mánudaginn líka? Já, þetta var 9:30 á mánudag. Er það 5 daga í AC? 5 daga? Já, þetta störtu svo 9:30 á mánudaginn sko. Þannig að þá var ég bara á gluggalösu. Ég leikar að leiður en 5 dagar í AC er yfirdrifið sko. En samt þið tókuðu dag í New York í gær. Fóru yfir frá AC til New York í gær. Ein nótt í New York, vakna flugvöllur. Núna eru leiðut af öll. Ég með aðra hugmynd. Ég þarf að senda og Steindir lofa alltaf mjúka lending því þegar hann takir 2-3. En ég hef ekki fengið mynd af bjór. Því að grúpan virkað þannig, ef einhver af okkur 3 með bjór og kemur mynd leið inn. Þannig að þú ert ekki má sjá hana. Ég er ekki það, hún er ekki komið. Það senda og Steindir og en ákveður ekki snúið sér við 4 dagar í New York sem er trillt og sólarhringi í AC. Ég til það. Já, en þú veist, Króksarinn vill bara gamla. Ég veit það. En ég er ekki gamla í New York. Ég ætla ekki að fullir það, en ég myndi halda að hljóta að vera kasinu í New York. Ég ætla ekki að fullir það samt. Það hlýtur bara að vera. Það er allstað. Ef við getum farið til Miami, kasinu þar sko, og Sunshine. Förum bara á Pearl Jam í Madison Square Garden og finnum eitthvað bar og Michelin stað og einhvað sko. En ég hlakka til að ræða, fá ferðasögu frá þeim félögum á sunnudaginn. Það geti ég líka beðið. Ég meina þeir eru búin að segja nokkur svona þegar þeir koma heim, við förum aldrei þarna aftur en einhvern veginn mér finnst þess að ég sé bara að heyra það frá því að þú eru fyrst. Þú veistu hvað mikið liði búið að senda á mig, ég ætla út að drulla á Instagram messages og ég ekki bara opna 2 skilabús eftir að opna það sko, en ég bara fá mail líka, bara hörðu lofuðu menn ekki að fara aldrei aftur og það er rétt, menn lofuðu því eftir síðustu ferð að fara aldrei aftur og þeir eru ekki farið í 2 ár. Ég er bara að finna þetta og spila þetta fyrir okkar bestu menn hérna næsta þetta. En svo sagði þetta, bara ef þeir fara ekki til AC þá bara fara ekki neitt. Ég bara mun aldrei ná þessu. En hérna, hverju voru í þessari ferð? Ég nefnilega, blöðu lofa að vera með ferðasögu fyrsta sólarhringinn. Sverrir Bergmann, Hugi Heldursson, Blöð, Stoney, Kös og Átni Ragnar. Þannig að þetta er svona. Þannig að þetta voru Króksar og Steindi basically. Já, þetta er alltaf bara æsku vinir og Steinþór og Steindi. Þú veist, þannig að þeir náttúrulega, þessi gæjar ólust upp saman, þeir elska að vera saman, ég menna getur verið vantilega saman bara, hvaða hellhole sem er og haft gaman. Já, en veljum einhver aðra hellhole en AC sko. Já, en ég held að þetta veri, ég ætla bara að segja þetta núna, það er allt dokumentin sem við segjum hérna, þetta var ekki síðasta AC-ferðin, ég ætla bara að negla þessu fram á það, því að menn segja alltaf að nú er þetta búið, ég segi þetta ekki búið. Já, ég er ekki til að fá ferðasögu. Þá spyrir þig Gilsari hversu vel líður að vera hérna á móti mér og Tatman í staðin fyrir að vera leiðinni heim núna frá AC. Það verður ekki leiðan taks upp á völl núna. Sko, þetta fattir ekki sko. Þetta er 5 daga. Sko, AC-þingan er verri en Tomorrowland þingan. Og hann hefur verið þunnur til þjóðatíð. Já, ég bara þunnur til þjóðatíð er lightweight miðað við Tomorrowland þinguna. Já. Og AC-þingan er miklu erfar en þjóðatíðaþingan sko. Hvað er það helst í AC-þingunni sem er svona erfitt? Það var alltaf bara, þú veist, eins og þú sagði, það er bara, þú er bara vakandi, þú ert í AC. Þú ert vakandi að þetta sólur ekkert inn, út í sama hótelinu allan tíman, þegar þú fer aldrei út, þú veist, þetta er bara, inn á einu hóteli, ertu með kasínó, hótel, veitingastæði, 5-6 veitingastæðir á undir sama þaki, fer ekki eitt út, það er eitthvað klukkur, dæltni súrefni, svo tapar cash 24/7. Svo ertu bara í vakinn, heim, dagur 5.
Þetta er málið, þetta eru veterans Blue og Stindi, þetta er ekki first rodeo sko. Nei, komin almáttu sko. Nóg þetta, en eins og þið heyrið kæru hlustendur, þá erum við með alvöru replacement fyrir Steinda. Það er Jón Gunnar Geirdal. Það er eiginlega cirka ár sín og var síðast. Ég er einu svona ári, það er rosalegt sko. Það er mjög funny, við vorum fyrir akkurat árið síðan. Bara sko, 29. apríl. Já, 3. mæ 28. apríl 2023. Já. Það er síðasta sinn sem ég var hér. Sýnist að vera, þegar Backstreet Boys hafi verið hérna sama kvöld. Já. Þetta er, já, einu svona við róturum Horny Tat og Coldfather. Já. Þegar strákarnir eru úti í ykkur rugli. Hvað er Jón Gunnar að gera í dag, ég má spyrja? Já, bara, þú veist, bara velkomin í minn skits og heim, sko. Já. Allan fjandan. Já. Það er aldrei döðustund. Nei, og engin dagur einn sem gerir þetta skemmtilegt. Þú veist, ég er að vinna með Baltasar Kormák núna. Promotora Bíó sem kemur í Logmæ, Snerting, bara æðisleg. Og bara, veist, ég er að vinna með kókorunum mínum í alls konar aðgerðum. Bara, veist, Rottweiler framöndan í höllinni og þú ert að undirbúa Big Horny Tat 50. Já, hörðu, rétt, ég er 50 ára árunum. Hældi því maður. Það þarf að vera party of the goddamn decade. Já, veist, og fyndi að segja, því að mér finnst ég bara, veist, þetta er young minds game, segi ég, ekki young men's, því að, veist, ég er að vera 50. Ég meina, þú ert ennþá 22 ára, hausinn. Já, veist, ég byrjaði á FM 94, sko, 1994. Það eru 30 ár síðan. Það eru 30 ár síðan, ég get tala um að vera 30 ár í þessu, hvað, veist, í alvörinni, sko, mér finnst það að vera 100 ár síðan, sko. En alltaf, já, ég er að plana 50 sammæli. Ég held skemmtilegt 40 sammæli, helviti skemmtilegt. Og 10 ár, veit ég hvert þið fóru. Það review 40 sammæli. Það var hann upp í Sprettarasal, upp í Kópavogi, Breiðullin, að síðan samansali í Gifti mín. Já. Og svo líka bara alls konar, Skímó, Páll Óskar, Kalli og eitthvað. En allar ekki að hafa þú veist, ég ætla ekki að hafa apa í jakkafötum. Já, sko. Við verðum að, þú veist, ég var spurður þessi síðustu ykkur. Það verður ekki apa í jakkafötum. Já, það er út af því að það fór á gilsarunum með það. Það er eitthvað síðan 2013, sko. Þú ætla að vinna við að halda partí. Þannig að það er ákveð pressa ef þú heldur Big 50. Það er að vera, það er bara rauðdreið úti, einhvern ísskúlptúr, einhvern gæja að smíða hana. Nei, ok, byrjum, ok, nótt á bakka þess. Fyrsta lagi, ég vinn ekki við að halda partí. Hef ég haldið partí, ég haldi partí, rétt. Þannig almáttugur. Og mörg helviti skemmtileg. En það verður ekki rauðdreið, það verður ekki ísskúlptúr með hvað? JGG50. Já, það er besta hugmynd sem ég heilt. Og eld. Við erum alltaf að fara það. Nei, það sem ég ætla að vinna með núna, ég er að spá að taka bara svona bara líf mitt síðustu 50 ár. Bara gamla FM-gengið, gamla senu skífugengið og bara fólk sem ég bara King Svali þarna. Já, sjálfsögð, bara rosalegt. Þú veist, elsti útastmaður sem ég þekki, hann 50 í gær, sko. Hann er bara að gera eitthvað svona grútlegt. Ég ætla alltaf partí. En og ég ætla bara að byrja kl. 2 daginn. Mér finnst það skemmtilegt. Það er bara besta hugmynd sem ég hef heyrt. Ég var að gefa Hannesi Halldórsson, okkar besta leikstjóri okkur Íslendinga og besta markmanni ever, lestur fyrir að byrja partí sem daginn 8. Já. Byrjaði bara 2. Það er bara Sun is shining. Já. Bara fólk tekur lönd sem aðeins bara hellir í sig. Ég byrjaði partíu kl. 8 kvöldið. Já. Það er alltaf seint maður. Það er ég að segja. Hann var 40, sko. Það er bara niðaldra fólk og annað. Ég veit bara byrja fyrr og hætta fyrr. Menn eins og Horny Tat, byrja 2. Það fóruðu bara í löndfélagarnir. Ég þarf ekki að sjá annað flöskuborð þangað til í day. Inn á einhverju skítum klúb, sko. Ég er bara búin að taka það í 30 ár. Þú veist, þannig að ég veit bara byrja fyrr, enda fyrr. Einu skipti sem ég enda á flöskuborðu át og það er að Sexy Roo drefur með það, sko. Sexy Roo. Er það Rúrik eða? Já. Hver andar er Sexy Roo? Já, ég veit það ekki, þú veist, bara guðminn almátt. Það er margir sem heitir Roo. Ég sko, þó að Sexy Rúrik. Já, þó að Sexy Roo myndi draga mig á flöskuborð. Ég myndi mæta, bara því að ég er bara á flöskuborðum endalust. Já, bara þú eru ekki að fara á svona 6.000 flöskuborð. Já, þú veist, og með þér á 4.200, þannig að þú veist. Þannig að, og hvernig, ég veit bara byrja fyrr, gaman, hitta fólk og bara komin heim til mér, sko. Takk. Það er kastan í rauðhærðu föstudagur í dag. Nú? Nei, ég bara út af því að Simmi Vil segðu þetta í opnunar kynningunni, kastin er auðvitað föstudagur. Þannig ég kom þessu inn en hann baði mig það og ég hafði komið inn, sko. Ég ætti að lauma þessu inn smekklega. En þetta var samt Simmi Vil hætti að vistustýra fyrir löngu síðan. En já, Big 50 í haustum mér, þannig ég er að gera alls konar, Richard. Bara, þú veist, alltaf fjandinn. Gilsari, hvernig er þú hins vegar í dag? Ég hef ekki verið betri. Ég er ekki á leiðinni heim frá AC. Já. Við tókum 2 bjóra félagarnir á Kúlia og varum að spjalla. Ég hef ekki verið betri. Það komið sumar. Já. Summer. Já.
Ég ætla að henda ykkur á eftir í King of Summer. Wow. Hver af ykkur mun eiga betra sumar. Ég seti ykkur sem 50-50 bara, ég lesi spurningana, þetta eiginlega bara. Þú veist, ég man ekki bara. Ég ætla að vera gott sumar, Siggi Stormur gaf út daginn að vera þurrt og heitt í sumar. Ég enda að fagna þessari rigningu sko, því ég nú ekki mikill rigningamæður, en ég er búin að fagna núna í sólarhring sem golfari. Vellinni þurftu það var eiginlega engin rigning á höfuðborgarsvæðinni í apríl. Og til þess að golfvellir vaxi og verði góðir, það var rigningu. Einu verið spá í þessu golfar. Ég tók ekki eftir að ekki rigning í apríl. Það var meira og minna ekki rigning í apríl. En af hverju skýrhausin ekki í golfi? Bara Hefur séð söfluna að segja? Ég meina þú veist, þá eftir að skóla mig. Já, Birgilefi var inni kennslu hjá hann. Og mér var gefið sett í ammælisku. Já, ég var einn af þess að gæðra. Já, sett 43 ára ammæli í sjálf. Já, ég var inni, það var Big 40 sko. Ég var inni kennslu. Ég bara búin að vera að vinna 24/7 og heim og einhvern veginn bara ekki koma í það. Golf í góðu veðri og eitt rímaður. Það veistla sko. Ég valdi að setja í golfa honni tett sko. Nei, ég get ekkert í golfi sko. Ég get að maður geta eitthvað. Getur þessi hitt boltan? Já, veist, ég var komin inn í 23 eitthvað í forgjöf þegar ég var allt í lagi, þú veist. Það alltaf forgjöf. Þannig ég kom svona, ég þurfti ekki að skammast mér mikið á hringnum. Nei. Þú veist. Þannig að, en hrikalega skemmtilegt á góðum degi. Sér svo Rikki G, bara eitthvað besti golfari landsins. Hann plus 5 eða eitthvað sko, þú veist. Bara, þú veist, besti golfari sitt líka reygum sko. Nei, ég segi það nú ekki. Fyrir þetta dag og 2 jager sko. Það veit ég Kennir þú mér ekki bara golf? Ég skal fara með þér í bása og kenna þér. En það sem verður í þættinum eins og þið heyrið, það er spurningakeppni King of Summer. Ég ætla að henda drengjunum í hvort myndur frekar semi-hardcore. Það er alltaf Þetta er bara að segja semi. Þegar þú ert með þetta, Richie, þá er þetta alltaf langt yfir strikið. Þannig að ég held að hlustuna aldrei hærri en þegar Richie er með semi-hardcore. Það voru allir að stilla á Kristoffer. Þetta er ekkert svo slæmt nema kannski ein spurningar á gráu en sleppu. Herðu, ég ætla að henda ykkur drengi líka. Ég ætla að henda ykkur í þekkið ekki af því að þegar að Tett var þetta í fyrra þá varst þú með þetta á mig og Tett nema ég ætla að henda ykkur í þekkið ekki. Ég þekki Tett mjög vel og ég myndi halda það að ég sé að fara að pakka þessu saman. Hvernig kynntist þið? Ég og Ísei? Hvernig kynntist þið? Það er bara einhver best spurning sem ég hef heyrt sko. Ég ætla að þú veist, það er öruglega Varstu byrjar að fótobomba kolbara þá? Var það ekki einhver sport og segið út að fara að rífa þig í gang og ég byrjaði með Fat Camp, mástu? Já, ég var í Fat Camp með Emil Ausmann, frægasta eldri bróður Íslands og Dabba og Örn og einhverjum æskuvinni mínum, gamlum landasölum og eitthvað sko. Já, þá mátti, það er ekki lægi að kalla þetta í dag Fat Camp, það er hlutlega sko. Á þessum tíma var lægi að kalla þetta Fat Camp. Hannes Steindós var líka í þessu. Já, og þetta var eitthvað þú, blöð og eitthvað. Það var svolítið tengt gimminu. Já. En svo svo fljótilega var þetta bara hei, ég fá okkur í glas. Já, ég fá okkur eitt beer. Já, en það sem að stendur upp úr, og nú er ég bara ekki eigi lengi, og við ímsa fjörun og sopið. Ég var í París 2016, búin í 12 mánaða fjárþjálfun. 12 mánaða, bara fjárþjálfun.is, let's go. Hann hann og Aron Pálma einhverju hótelherbyggi í París, frá landsleikin og EM og geggjað og hann horfið svona, hann gefa mér engun eftir 12 mánaða fjárþjálfun, notabenni. Hann skannaði mig svona tvistur solid tvistur eftir 12 mánaða fjárþjálfun hjá Ísei Skýrbar. Það var maður vinið sína tvistur. Ég var ósækjart þar sko. Já, helvíti ósækjart. Vistu frekar hugulegur sko. En nei, við erum búin að vinna helvíti lengi núna sko. Það verður gaman að sjá hvernig þetta verður, því að ég er klár með spurningar á ykkur og það eru nokkuð áhugaverðar, svo ég segi sjálfur frá. Svo þegar ég segi þetta að það er búið eftir að fréttist að þið tvei meilið hjá mér að logar. Já, meilið logar. Já, bara þú veist, ef ég rífresta það bara poppa niður Horny Tett og Richie Er eitthvað sem sköllóttu krakki að selja samlokur og vopna fyrir þig? Það er vantilega einspurningin. Opna pizzasta á Dalvík. Ég fór sköllóttur á fæðingu. Og það er vantilega eitthvað starfsmaður Jisk í Færeyjum með eitthvað sem er búin að Það er ótrúlegt. Fyrst alveg því að það vissi enginn að ég var að fara að mæta hana fyrir svona 4 mínútur síðan. Akkurat. Já, sko allan að það er mörg meil, líka sér vel 2 og eftir. Getum við beðið.
Herðu, eins og þið heyri kæru hlustendur, það er veistla framöndan í FM 95 Blö í dag. Verið með okkur, við ætlum að byrja hérna á alvöru svona gilsadæmi. FM 95 Blö hér á FM 957 og við ætlum að henda okkur næst í slúðrið, drengirnir, og ég er svona ekki mikið í gangi en það er þó eitt. Ég ætla að byrja að spyrja ykkur. Erum búin að sjá þættina Baby Reindeer á Netflix? Ég er búin með fyrstu 3 held ég hérna. Já, ég átti eftir, og það er allir að tala um þetta. Já, þetta er sko málið það, ég horfði á fyrsta þáttinn og ég hugsaði svona, er ég að fara að halda eitthvað áfram? Þetta er mjög skrítið, en einhvern veginn kallaði á mig, halda áfram. Já. Svo tók ég þátt 2, svo gæti ég ekki hætt. Já, það segir þetta allir. Ég kláraði þetta bara, basically bara á bara einum tíma. Já, þetta er bara number one Netflix í heiminum. Og þetta er rétt að hérna gæði sér lendi í þessu er að leika Já, ok, það er leikar aðlutur ekki, skrifar þetta og það er bara ótrúlegt sko. Hann heitir sem sagt Jonathan Gatt, hefur rauninni engan feril og enga reynslu á leiklist eða neitt hannig, en hann leikur karakterinn frábæra af því að líka hann lendi í þessu. Þannig að basically þetta var mjög auðvelt fyrir hann að komast inn í karakterinn, því þetta er bara eitthvað sem hann gekk í gegnum. En þessi leggja það á sig. Já, og þessi eldirhellir hans sem er kölluð Martha í þáttunum, nú er þessi þessi eldirhellir búin að tjá sig. Já, því að allt internetið er náttúrulega bara er í þessu sko. Logar. Og hún skrifaði á einhverja samfélagsmiðla, hún segir sem sagt í viðtali líka við hérna Daily Mail að hún segir ég er fórnarlambið. Það er ég sem er fórnarlambið. Og hérna hún er búin að fá mikið af líflátshótunum eftir þessa þætti og hún ætlar að leita réttar síns. Og hins vegar Jonathan Gatt sem hérna er aðaleikarinn og handritshöfundurinn, hann fekk 41.200 tölvupósta frá hún á 4 árum. Já, og hún er fórnarlamb. Hún er fórnarlambið. Hann fekk 41.000 tölvupósta. Já, það er bara vel gert og hún er góðu stólkar. Erðu, hann fekk 350 klukkustundir af talskilabóðum, svona voice message. Hún skrifaði hann 744 tíst og yfir 106 síður af brefum sem sagt handskrifuðum. Já, sem hún sendi bara, sem hann gerir. Og já, nú er þannig að hérna, hún vil meina að hann hafi ekki breytt karakternum nóg, að þetta hafi verið of líkt henni og þar fram eftir göttunum, og hún ætla sem sagt að fara í mál. En málið er að ég held að hann hafi hugsað, ég er búin að breyta þessu karakter nóg, það er enginn að fara að finna hana. Hann var að vanmeta sko, the loyal fans að taka þetta, þeir funda hann alltaf bara á nanosekundu. Ég held ekki hann ekki bara einhvern veginn af því að hann bjóst ekki við þessum vinsældum. Þetta er bara nummer 1 Netflix allan heim. Ég meina hvað gefur Netflix svo marga þætti bara í hverju mánuði, dæl út efni, sumt kett nær ykkur rönni, annað ekki, þetta náðu ykkur flugi. Já, og einhver smá flugi sko. Þannig að þetta var heldur gott, maður tekur fyrsta þáttinn og þetta er bara ég laka mikið til, ég ætla að byrja á svo morgun. Ég verða að taka þetta. Hefur þú stokkað eitthvað, Richie? Nei, hef ég stokkað? Hún er mjög successful í því. Gerðu Richie bara fyrir að senda 40.000 tölvupóst okkur að skvísu? Gerðu þetta mjög smekklega, mætti bara alltaf barn öll kvöld og það brjála að gera það, ég hef ekki sett inn svo 2-3 mínútur og hvað er með drikk og sen er ég farin sko. Svo var hún mögnuð sko, hún alltaf laug ekkert eðla mikið sko, hún alltaf sagðist vera lögmaður og sagðist hafa unnið fyrir hérna sko David Cameron og hérna alla þessa gæja sko. Lög. En sko, það sem má ekki gleyma, hún var alveg greind sko. Hún er mentað lögmaður. Það hlýtur að útpælt allt, þetta er svo galið. Ég held að stólkar sé ekki heilt yfir heimskir endilega sko. Það er ruggla liðin. En spáði bara verið í þessu samt 40.000 tölvupóstar. Nú eru þið hérna báðir hérna yfir meðalagi huggulegir og vel yfir meðalagi frægir. Hafið þið fengið stokkar eða? Nei, bara eitthvað, þú veist, fólk sem sendi eitthvað skilabóð oft eða eitthvað, en ekki enginn eitthvað að kíkja á dagblað fyrir utan, það er eitthvað Það er enginn að vakta okkur 2 í efri byggðum Kópavog sko. Íslendingar eru heilt yfir frekar heilbrigði sko. En það var samt að vera einhver mál hérna í gerðin tíðin eitthvað, en það er ekki síðast á okkur 2 sko held ég. Já, hver er svona hæfileika ríkasti stólkar sem við eigum? Og svona sem eins og þessi var hver með þið, hörðu, eins og þú sagði, Sexy Roo. Já, Sexy Roo. Hann geti fengið stalker. Hann hlýtur að vera með eitthvað stalker. Hann á svona 10-15 stalker sko. Það hlýtur að vera. Lofaði því, 100%. Þið bara nenni ekki að fljúa allir í Ísland. Það er enginn að fara eldirhella eitthvað sköllótt á útastjörnum síðan 95 sko.
Ég veit ekki hvað veruleika þetta er sko. Og hvað þá skrifa sjónvarpsþáttu það Þú veist, og eitthvað liftingatröllur MK Það er öllum saman sko En ef Sexy Rú getur fengið á sig allt í þetta Hann er líklega með nokkra Það hljótu vera nokkrar sem eru bara að bombardera Rú stanslust sko Það er það ekki Ekki ósannlegt sko Nei, ég held það Herru, fyrir fólkið þarna úti þá bara svona taka eins þessa umræðu en það voru sem sagt að koma núna þessir loka oddsar sem sagt loka stuðlar á Eurovision 2024 að búið að festa þá og Íslandi spáð neðsta sæti í sínum undarriðli. Yes. Það ekki frábært sko og það yfirleitt búkíinn oft helviti naskum á Eurovision. Já. Það sem auðvitað hvernig getur við verið neðst? Það mjög mikil skellur því að sko, og við erum ekki bara neðst, við erum langneðst. Sko, við erum með 11% líkur á að komast áfram og lagi sem með næstminnstu líkurnar á að komast áfram með 18%. Við erum í kjallarnum. Við erum í kjallarnum. Já. Sko, eins og í fyrra þá ég heyrði Tjatja með Finnunum, ég heyrði einu sinni og ég sagði bara, shit, þetta besta lag sem ég heyrt. Svona Eurovision-lag. Þurfti eitt reynsli en sko, ég ekki búin að taka það, keppnin í ár einhvern veginn ekki jafn sexy. Þú veist með Finnan í fyrra, svo Loreen, þú vissi bara þessi lög myndi keppa þetta. Loreen var alltaf bara, þú vissi bara. Já, Finnandi myndi alltaf fá símakostninguna. Þeir áttu bara þjóðina meðan að Loreen átti dómarana. En núna einhvern veginn það vantar eitthvað svona álöfuru bíf og kannski líka út af því að fjölmur Íslandi hafa ekkert fjallað Eurovision árið. Vissu þetta næstu helgi? Þetta næstu viku? Nei, þetta bara við erum á þriðjudag. Ég vanalega eina sem talað um Íslandi á hliðinni fyrir úrslitakvöld. Það er bara allt saman sem í gangi, þú veist það eyðilega allt. Nú bara verið að ignora Eurovision og ég ætla að Eurovision aðdóndið nummer 1 í heiminum. Þetta á þriðjudag, fimmtudag, laugardag í næstu viku sko. En ég ætla samt að taka, ég er bara steik, raut, Eurovision kvöld. En Gilsari, ef þið langar að breyta $1 í $3,8 þá setur á króatana. Þeir vinnaði það. Það er þannig? Já. Þú sko, Rikki helviti naskur með Eurovision konsertir. Þetta lagið sem vinnur þetta. Don't cry, I'm making with the first light. Don't cry, but there's no going back. Þetta heyri ég bara, þetta fyllibittur. Þetta er hljómsveitin Baby Lasagna og lagi heitir Rim Tim Tagidim. Baby Lasagna? Baby Lasagna. Þetta þú verður að ressa á Tenerife og kenna hefa Baby Lasagna. Þetta sigurlagið í ár. Þetta er sigurlagið, þú veist þetta. Og þú ert að kalla þetta. Já, ok. Og þú ert að gefa hlustundu núna já, þú veist, 3 í stöðul. Já. Ég hef ekki heyrt neitt 3,10. Sko það ekki hjá Arjón sko. Nei, á kastiðið sko. Heldur að Arjón sé að henda á Baby Lasagna eða? Benni bankastjóri bara að henda það. En ef þið viljum mögulega svona, þú veist, hvað var í close, hvaða lag á sensi? Ég segja Dark Horse. Þá farið í Slimani og Mon Amour, franska lagið. Spilaði það líka. Það verður líka held ég mjög ofarlega. En þeir eru samt bara með 19 og 20 í stöðul á að vinna. En hvað með staðrindina þeir Friends Are Assholes? Nei. Spilaði það, hvað er það? Hvað er að gera það? Þetta er það. Wow, þetta fransku Sverri Bergman. Rosalega rödd. Er þetta dramatík allan tíman? Eða er það eitthvað teknógeð? Þetta er power ballada. Og þetta lag verður alltaf í top 3 seg. Nei, við Íslandingar eigum bara henda 50-70 M í Johanna, mættu aftur og klára þetta. Já. Ballaða, farðu upp á svið, sing. Já, hvað með þetta er norski feðlutrúður, hann retired og sé bara kláruðu þetta núna. Tökum þess að dollu. Hvað með Mercedes Club? Er engin endur komið í kortunum með? Ég þarf að finna gasmannin fyrst sko. Takk. Það veit ekki hvað hann sko. Hvað er gasmannin? Já, bara, það er mystery. Það sést í gimmum hér og þar. Ennþá 120 kíló skaðin sko. En hann ekki með símanúmer og hann ekkert í hann sko. Hann bara týndur. Það er mest af þessin. En Muscleboy trúðurinn. Valli Sportótt er núna að sjá Baldur. Þegar ég sá fórsetukostingarnar, ég sá bara, ég sko teimið á Baldri. Við sá bara
Valgerat Pipar, þá er ég bara shit. Já. Nú hann, þú veist bara, ok, Baldur er alltaf að mæta og hann er contender. Ef þú sæðar ég valla sport í teimið þitt, Já, þá ertu contender. Þá ertu bara að fara, Það er þannig. gæði Já, bara ekki fættur í gær. Toppmaður. Herru, þetta var slúðrið eftir smástund. Þá ætla ég að henda drengjónum í þekki eða ekki. FM 95 Blöð hér á FM 957. Föstu dagur eins og alltaf þegar FM 95 Blöð er. Og ég ætla að henda gilsarunum á tett í þekki eða ekki. Jón Gunnar var hérna fyrir árið síðan. Þá var það gilsarinn sem að setja mig og tett í þekki eða ekki. Mann ekki eins og það fór, hvor var hann? Þið þekkist nú betur heldur en ég og Tett og við þekkjumst alveg vel en þið eru svona nánari en þið tveir eru mjög nánir þannig að þið ættu nú að þekkja hvort annan nokkuð vel. Já, ég bara, veist, ég held við sýnist, sko, hjá ykkur fór 1-1 sýnst mér. Já, fyrir árið síðan. Svo erum ekki með þetta. En hérna, ég meina, þetta eru spurningarnar oft þannig líka, sko, veist, það er erfitt að ná í punktstundum. Og ég meina, þú veist, og ég þekki nú Ríkard, þú veist, hann verður ekki með eðlilega spurningar, sko. Ekki séns. Jú, ég veit, þó ég þekki Tettnen, þú veit, vel verið ég fá ekki 1 punkt, já, þú ert Ríkard Ósson Gunnarsson, rugglaður. En ég elska þetta lífið þess að það er komið fram. Hvor ykkar vill fara út? Hvernig viltu hafa það? Leifum bara gestunum að ráða. Já, ég ætla að vera inni. Þú ætla að vera inni, Gilsar er drullaður út. Ég verið síkupásu. Já. Ég sé bara gangið vel, horni tett. Hendum bara hér lagin undir. Eðlilega fallið lag. Já, þetta er helviti gott, sko. Herru, þetta eru 4 spurningar. Já. Og þú ert að sjálfsögðu bara til þess að recapa fyrir þig, þú ert að svara fyrir þig. Ég er að svara fyrir mig. Já, verður bara hreinskilinn, ekki svara eitthvað sem þú heldur að Gilsari myndi ekki svara, þú veist. Nei, ég var bara að svara. Já, verður bara einlægur og hreinskilinn. Og spurningin snýr að mér, svo sem hann giskar svo á. Já. Ok, mér skil. Ok, byrjum þetta bara strax. Jón Gunnar, hvaða hlut gerir þau? Eða hvernig gerur hann sem þú veist potti að það mun kveikja í frúnni? Okkur vissi ég að kemja eitthvað svona, sko. Já. Ég man að var ekki spurt í fyrir hvað finnst þér sexy við þig? Það er náttúrulega hræðilegt. Hryllilegt. Ég er ekki með svo slæmt, sko. Kóttum hann aftur, spurninguna. Hvaða hlut gerir þau? Eða bara svona, hvað gerir þau sem þú veist potti að það mun kveikja í frúnni heima? Ná, þú veist, go to svona. Já, go to. Hvað ger ég sem kveikir í konunni? Já. Hvað kveikir í fjólu? Sem Tett gerir. Þetta er náttúrulega skelvilegt. Það er ekki svo lít að takka, sko. Við erum saman í 12 ár, sko. Þú vil elska ég að sitja í það núna, maður. Já, þú veist, þú ert lausvita. Já, ég ætla að halla mér aftur. Já. Hvað ger ég? Hörru, ég ég held ég bara þetta er svona, þetta er nándin, sko. Þetta er svona, þetta er knús og athygli. Ég þarf að segja bara, þetta er þar, sko. Sýna henni ekstra athygli. Sýna henni ekstra athygli. Er það ekki eitthvað? Jú. Ég er bara til staðar. Ég er bara, athygli. Og verður knús. Nánd. Já, rétt, wow. Ok. Það var óvinni djúft. Já, en bara flott. Við tökum það. Já. Tett, eins og þú veist, það sem þú ert helsti plöggari landsins, það eru þetta forsetakostninga framöndan og frambjóðandi sem eru núna í frambóðu eru með alls konar slagorð eins og Halla til dæmis með fyrir framtíðina Baldur og Felix vinnum saman slagorðið. Tett er í forsetaframbóði. Já. Hvað væri slagorðið hjá Tettmenn? Hver væri frasin? Já. Bara ég ætla að sigla svo heim. Þú ert með nokkra frasa. Já, það er nokkur undir beltinu. Ég er að keppa við Jón Gunnar, Köti Jak, Baldur. Þú þarft eitthvað alvöru slagorð. Já. Ég heyrði gott daginn. Ég var að, í mínum einkennilega dögum, ég var að googla ykkur að þvælu, sko. Ég ætla að koma með það. Wait for it. Alls Íslands verndari. Alls. Er þetta ekki eitthvað? Þetta er rosalegt. Þetta er rosalega. Það er eitthvað að fara að stela þessu sem er ekki komið með slagorð. Þetta saminar mig á Bessastöðum. Alls Íslands verndari. Já. Þetta er rosalegt. Er það ekki það? Það er eitthvað að fara, ég held að Ástúr steli þessu eftir helgina. Já, ég held að Ástís Ráns ég búin að stela þessu. Þriðja spurning. Hvert er þitt helsta afrek í lífinu? Og nú tek ég fram makar, barnignir, fjölskylda, allt tekið til hliðar. Wow. Það er alltaf mest afregu þetta allra eignast fjölskyldu. Ég er að segja það. Nú tökum við það allt út fyrir svega. Það er allt út. Já, bara þitt afreg, bara svona persónlegt afreg sem þú er stoltur að sjálfu þér, bara svona
getur verið atvinnutengt eða íþróttatengt eða bara whatever sko. Hérna ég ætla að segja að hafa komið mér í það að búa til mínar eigin sjónvarserjur. Ég ætla að segja Jarðarförin mín, Latin. Geðvegt. Tók mér 10 ár. Geðum við ekki þætti líka? Ja, fyrir þá sem ekki búin að horfa á það. Þó sem að plugga samkynninsælan Jarðarförin mín á sjónvarp Símans. Ef við ekki búin að horfa á það. Já. Í kvelli takk. Það var mikið afrek. Bara geggjað. Herðu, síðasta hvert er svona konunar þinnar við þig? Sem sagt svona factor sem take your friends. Anstæðan við fyrstu spurninguna. Já. Já, wow. Þú stertu, skilur þú fötuna eftir á gólfinu eða þú stertu að klippa á þér neglurnar eitthvað? Nei, ég er ekki að klippa á mér neglurnar upp í sófa, sko, táneglurnar upp í sófa, sko. Okay. Ég veit ekki hver konan myndi fara þá, sko. Okay. Guð hjálpi mér. Hérna, ég held að segja haugur. Haugur? Já. Bara latur? Ég er bara latur og ég er ekki að hreyfa mig, ég er ekki svona, þú veist, ég er ekki að hugsa nógu vel mig. Já, bara haugur. Já. Ok. Herðu, stóðstu vel, þú kallar í gilsaran og kallar í sig. Já, hann kemur hér inn. Jón Gunnar búinn að Inn Núna Inn Núna Herðu, það var bestu fróar eftir hermuna síðan. Já, ég er búinn að vera með hennum í nokkrum þáttum gennum tíðina. Inn Herðu, gilsari. Já. Þú fær 4 spurningar eins og Tatman. Fyrsta spurning, hvaða hlut gerirðu? Eða hvað gerirðu sem þú veist pottið að mun kveikja í frúnni? Þetta er bara, nú veit maður að Richie er sjáumannalið. Þetta er ekki spurning sem ég fæði þegar King Blue er hérna, sko. Nei. Það er meðalega spurningar. Það er að góða við Bluean, enda núna 1,5 CM á leiðinni til Íslands og ég er að velja sér á leiðinni lofti eftir 5-10 sekundur, en það er annað. Hvað gerir þú til þess að kveiki gurri? Og þú veist að gera það? Þetta er bara go to. Ég ætla ekki með andlitið þitt, en ég get ekki verið eitthvað að flagga því þarna. En það sko ég myndi segja að það væri þegar ég er búin að do shit around the house. Sko, þegar ég er búin að hendi vel, taka föt á gólfinu, fara út með ruslið, þú veist, gera allt eins og nýtt. Ég vil að það er eitthvað bíl og ég laga það, segja eitthvað shit bílað, fixed it. Ég segi bara sko cirka ég sem bara þegar ég tek heimili í nefið. Bara svona. Já, bara svona, búin að, þú veist, ég búin að, þú veist, búin að koma óvart með eitthvað hérna, það er alltaf búin 10 þarna. Ok. Það er, þú veist, það er líklega bara hinskilin svar, ég ætla að segja rétt svar líka. Veistla. Gilsari. Það eru forsetakosningar framöndan eins og veist. Og frambjóðendur eru með alls konar slagord svona í herferðin sinni, eins og til dæmis Hallarhundi með fyrir framtíðina. Baldur og Felix eru með vinnum saman. Það er rosalega þessi, ég sko, þegar ég segja, ég hef ekki búin að spá í þessum slagurum, sko. Það er allir með slagur. Það er allir með slagur, sko. Og Ástóru alltaf með virkjum Bessastæði síðan 1996, sko. Alltaf með sama slagur? Já, virkjum Vill hann ekki rótara því? Nei, virkjum Bessastæði. Virkjað? Gilsarinn er núna í forsetaframbóði allt í hennu. Búin að fá þessar 1500 undirskriftir. You're running. Já, og hvaða slagorð væri Gilsarinn með til forsetakostningana? Þetta er alltaf bara Og þú vorst að selja, sko. Þú vorst að selja þetta, sko. Sko, þetta er alltaf, sko, þetta er Jón Gunnar á heimaðalli, sko. Þetta er gæði sem hefur búið til ykkur svona 16.000 slagorð. Já. Og búið til ykkur 1500 veitingastæði. Hann kom líka með alvöru slagur. Ég er eitthvað salari. Já, ég get lofa, hann er ykkur með besta slagur bara. Þú veist, það er eitthvað að stela slagur hans vantilega. Já. Ég myndi segja að það er ekki bara best að kjósa Gilsa. Já, það ekki. Er það ekki að fara að loka svo? Þú bara að ræna framsók bara. Er það ekki? Er ekki bara best að kjósa Gilsa? Já, ég svona, það ekki. Það er allt í apaskít og þú veist, Ísland er drepp leiðilegt og við erum heimsbyrð, það er leiðilegsta þjóð í heimi í dag. Það er ekki best að kjósa Gilsa. Þetta er frábært. Ég myndi halda reif á bestastöðum, myndi lofa þjóðinni því. Já. Öllum er þið boðið. Það er ekkert eitthvað handpikkað út, bara álur mökk. Ég held ég myndi ná allan á 2-3%. Þetta eru 2 mjög ólík slagur en 2 geggjuð. Þriðja spurning. Gilsari, hvert er þitt helsta afrek í lífinu? Og ég segi eins og við Tett, makar, barneignir og bara fjölskylda, allt
allt út úr myndinni. Þú ert búin að sippa út familínu. Já. Öllu sem tengist í. Já, þetta bara elskum öll að eignast börn. Þú nennir ekki þeim. Nei, bara hvað hefur Gilsarinn gert bara sem hann svona stoltur af sjálfum sér svona bara solo. Það bara nú, ímislegt sem kemur í. Jú, þú veist. Nú orðið metsulur rithöfundur Markvaldur endar. Já, Markvaldur endar. Það ég ætla í rithöfundarsambandinu. Ég ekki að hugsa það sko. Nei. Jú, ég ætla smíðum bestu íslensku aksjómynda allra tíma. Góða punktur. En það margt sem kemur til greina. Ég held að þegar ég tók 3 ár í röð Tomorrowland og Þjóðhátíð back to back ég ekki vissu að margir íslendingar myndu bakka það upp og við talum alveg saman hvað fyllibit, hversu hörðu fyllibit þú er það sem þú er stoltastur af í lífinu og ég held að fattur í hvað það er erfitt Tomorrowland og Þjóðhátíð sko, ég prófa þú að fara á Tomorrowland lenda hérna heima og bara lenda heima á þriðjudegi hvað, við Þjóðhátíð og fös og húkar að bolla á 5. Þetta er venjulega maður gæti þetta aldrei gerðu 3 ári röð Þjóðhátíð back to back ég er bara já, það er sem stutt á milli sem sagt já, það er mjög stutt að vera bara heim einn kaffibótli Þjóðhátíð þetta er ekkert fyrir hvert sem er sko þetta móti kemur að þú ert having a hell of a goddamn time með hann sko já þú veist það er bara það eftir þetta sem þetta er Blöð ekki geta þetta hei No það er skjánd að lífinu sko en það er ekki breykið þetta sko Erðu, 4. og síðasta Gilsari, hvert er svona eða svona, hver er faktor konunar, gurriar við sjálfa þig kemur auðvitað Friends eitthvað sem ég, já svona, þetta kemur á Friends, já svona hvað er svona faktor gurriar við Gilsaran sem eitthvað svona fyrir tökurnar á henni já, þú veist, ertu að skilja föt eftir á gólfinu eða þú veist það er bara svarið Richie það er my cross to bear það er vandamál sem múið að díla við í mörg ár ég á það til að setja upp föt á gólfið en ég er að vinna í því og það sem er mikilvægt sko það er mikilvægt er að þú ert að vinna í hlutunum þannig er ég smá vesinni með þetta koncept að fötin stundur fara á gólfið og I'm working on it þannig að þú veist vestlæri að því ég bara með gruna þetta já þú vissir þetta bara hvað svara fyrir mig já basically en hvað saði Tatman þar já kemur ljós kalli í Tatman heyrir ekki neitt Jókunar hljóð einungar stúdíu já náðu þá í hann já það þarf að vera á borðinu Tatman að lesa eitthvað hann svona sé að lesa eitthvað fullorðinsblað með hvað hann er einbeittur hann kemur hann er heyrnarlausa hann kemur þetta hljóð einungar stúdíu Þeir eru það oftast en, takk þá er komið að því að sjá hvað þið vitum um hvað annan og ég ætla að byrja á gestinum ég ætla að stefna á victory núna okay. Jón Gunnar, ég spurði Egil hvaða hlut gerir hann eða hvernig gerir hann sem hann veit pott þetta mun kveikja í frúnni hvað heldur að Gilsarinn hafi svarað þarna Þeir erum saman helviti lengi hann og snirtfræðingurinn sko já Veist það, og það verður erfæður með hverju árunni að kveiki í sko já, þess að því þið eru báðu búin í langtíma sambandi þannig að þú veist, þið þurfið eitthvað move sem virkar alltaf hvað heldur að move klassist já ég held að því að eins vel og ég þekki enn að góða vinn minn þá er hann hann er einfaldur það er mikil heiðarleikana segðu bara það er heimskur nei, ég segi það aldrei við erum búin að vinna á FM í 25 ár hvað með það? Ég er búin að vinna á FM í 20 ár sko ég held að hann haldi ég er ekkert að segja frúin hans sé sammálaði hann rífus úr hann rífus úr á hann já, hann rífus úr á hann sko því honum finnst hann ekkert eðlilega sexy ég er ekki að segja þessi kostur ég er ekki að segja þessi já, hann rífus úr á hann já, það er ránt því miður þetta það er þegar hann tekur heimili í nefi þegar hann gerir eitthvað svona heima fyrir já seti vélina og riksu að skúra þurrka ruslið út og bara allt þessu nýtt já þá er ég heldur á kviknar og snirti fræðum mér er gott að greina þetta samt hann heldur sérst það ef hann gerir eitthvað á heimilinu þú veist, gamla kemur heim þú veist, búin að snirti fræði yfir sig og þá heldur hann sér bara að kvikni í bálinu þegar hann setur í vél þetta er mjög sorglegt svar sko hvað hann gerir þá bara í loftinu búin að rífa svo ofan tilbúin eða ég er ekki með eitthvað þú með eitthvað svona krók upp í loftinu nei, alls ekki sko en er það sammála hann leggur hönd á pló
Herðu, Gilsari, ég spurði þetta svona spurningu. Ég veit ekki hvað svar hefði verið betra þarna sko. Þetta er bara hinskili svar sko. Og það blöð sagði Þetta er gott svar. Það blöð var alltaf að skamma mig. Þau byrjuðum í þessu keppni, þekkið ekki. Þegar ég var reynir að fyndin fekk alltaf lestur. Já, það svaraði bara. Já. Herðu, Þetta er gott svar. Ég sammála, þetta er gott svar. En þegar Tett er að sínar svona spari hliðar til þess að kveikja í fjólu, hvað heldur hann geri? Sko, málið er að Tett náttúrulega erfiðar að lesa Tett svona heima fyrir marga aðra vinir mér sko. Ég veit ekkert alveg hvernig hann er þegar hann er bara heima á bumbunni sko. Takk, en sko á bumbunni Beðið eftir þessum sko, málið, ég held að það sem gerir fjólu alveg kolvittlusa er þegar að Tett er búin að taka 10 km undir 40 mínútum, labbarinn heima og reiður, sveittur labbarinn stofu og gerir niður Það er í alvörunni Mér er bara penisnum bara sveittur það. Já, bara út að hann er helviti snöggur með 10 km eitthvað. Já, það er helviti langt síðan en ég á það undir 39 sko. Já, það er enda rosalegt. Ég held að þetta sé þú veist, gera hann að kolvitlu svo. Ég sé Tett á æfingu. Hann er reiður á æfingu. Hann er einbeittur og hann er ég og Richard vorum bara 2 dagar síðan við vorum að setja hann báður að setja hann í vinkil í sporthúsinu. Já, og Sólu Böllin líka. Og hann er frekar sexy á miðri æfingu, finnst mér persónulega. Þannig ég tipp á þetta svarið hans. Lokasvar. Já, það er rangt líka. Já, það er bara þegar Tett sýnir henni svona ekstra athygli, bara svona nánd. Ói það svar var ógeðslega svar var talandi einlega, hörðu, þú setur í vél já, og fer út með rusli líka sko já, vá já, ok, þetta er allavega, ok Gilsari, þú byrjar núna það eru þetta fórsetakostinga framundan og frambjóndur að vinna með alls konar slogans eða slagorð hvað heldur að slagorð Tett væri að hann var í fórsetaframbóðu núna? Jón Gunnar Geirdal og svo kemur slagorð hann allir slagorða vél og þú veist, og ef hann væri running hann væri með svona, hann myndi búa til Excel-skjala með svona 200 slagorðum sem myndi kötta hann í 100 og svo 50 og svo myndi enda með top 3 sko að ég myndi halda bara, þú veist, alltaf því ég heyri þetta orð og hugsaði ég horny Tett sko og þetta er einfalt, allir þekki þetta og það er bara tech fyrsta lagi allir þekki þetta Jón Gunnar Geirdal horny Tett já, takk já, það væri slagorðið slagorðið þetta er bara takk punktur Jón Gunnar Geirdal takk Jón Gunnar Geirdal takk ég held að takk einfalt stutt ég þarf að fara henda engalega á þetta takkdót sko ég menna, þú veist áttu ekki engalega á takka nei það er bara að klára það ég myndi að segja takk Jón Gunnar Geirdal takk já það er kolvillust. Nei, alls ekki. Hvað sagði hún í Tettmenn? Jón Gunnar Geirdal, alls Íslands verndari. Það er enda rosalegt. Það er rosalegt. Það er einhver að fara að stela þess eftir helgina. En endar á takk líka. Hvernig ljóma það? Já, alls Íslands verndari. Takk. Helmikið betra að takk kom það inn sko. Já, þetta var rosalegt. Ég var náðan því. Sama spurning sem Gilsarinn fekk. Hvað heldur að slagorð Gilsarans væri í fórsetaframbúði? Jón Gunnar. Hann er nú orðheppin líka. Já vissilega. En hérna Egill eignast Álftanesið. Það er rosalegt. Ég ætla að hendast það. Ekki Bessastaði. Það fara allir í Bessastaði. Egill eignast Álftanesið. Ekki eitthvað framtíðin og eitthvað. Já, ég held sér ekki að negla þetta. En ég ætla að, þú veist, ég sá það. Þú teldi hann áldur sko. Er það? Egill, þetta er ekki rétt hjá þér en Egill hendi Egill Einarsson er ekki bara best að kjósa Gilsa? Eitthvað versta sögunar sko. Ég held að Sörens er núna á Spáni sko. Hann liggur á fluglega bakkan sko. Kappnólháttur sko. Sörens átti er ekki bara best að kjósa framsókn. Já, reyndar held ég að Sigtryggur Magna hafa átt á alvöru aðil í grænu höndinni. Stundum fær fólk lánað önnur slogans. Ekkert nýtt undir sólinni. Ég var líka að hugsa aggressífu sóknarleikur. Ísland fram á við var eitthvað sem var spáðið. Ég er sóknarsinnaður í lífinu. Ísland fram á við? Ég spil ekki varnarleik. Rétt. Ég hata varnarleik. Þú vilt sækja. Ég veit bara 12 sentera keirum á þetta. Þannig að ég var í president Ísland hættum þessu varnarleik. Sóknarleikur, takk. Fram á við. Eða er ekki bara best að kjósa Gilsa?
Já, ég ætla að hugsa það. Þetta var mjög frumlegt hjá honum. Mjög Stál frumlegt. ekki nema bara slókan í Framsóknar. Já, það Er ekki best að kjósa Framsókn? Sögur er besti vinur minn það sko. Er ekki bara best að kjósa Gilsa. Herðu, næst síðasta. Jón Gunnar, ég spurði Gilsa hvert væri hans helsta afrek í lífinu og þið vitið náttúrulega báðir að fjölskyldur, makar, börn, allt út úr svega. Hvað heldur að Egill hafi sagt að hans mesta afrek í lífinu væri? Reynda að fá punkt, Tatman. Að Þú verður skammarinn á, þú með 0 stig. Ég nenni ekki að hendi eitthvað svona, hann hendi 150 kilo back eitthvað kjaftaði. Nei, ég er líka stoppað það. Öllum sama. 165 er ok. Hérna, hann byrjaði í blöð. Já. Það reyndar er gott svar. Nei, ég ætla að bakka. Sorry. Já. Alltaf ef við erum í stemningsstöðu máttalega giska sem ekki vilt. Leynilöggan, eddu tilnefning. Það lítur að vera. Sem best actor eða? Rétt. Já, Hann er nálægt í. hann úr nálægt í. Þetta er Hann eiginlega mennsjónaði það. Já, þetta er eiginlega þannig að sko Ég ætla að gefa þér hálft stig. Já, Ok. Þetta er eiginlega hálfstík. Já, en hann sagði samt, hann tók nokkuð fram náttúrulega og komist í rithöfundasambandið. Já, mikið afrek. En það sem hann endaði á að segja, hann tók Tomorrowland og Þjóðhátíð back to back 3 ár í röð. Sem er drullu erfitt. Þú gerir ekki, hver sem er, það getur það ekki allir sko. Það er Þú fórst erfitt fyllir í 3 ár í röð og það er þitt mesta achievement. Já, það er drullu erfitt sko. En segja líka, þú veist, tölum það besta íslenska actionmynd of all time er líka, þetta er hálfur punktur á Ég gef Ted hálft stig. Ferðast heiminn, eddu tilnefning á eitthvað gæja í sporthúsinu á bumbunni sko. Það getur aldrei á bumbunni. Þú veist, það er bara hálfur punktur á Ted. Ég var stoltur af vinum mínum. Hann er komin í fórustu. Hálfur punktur. Hvert er helsta afrek Tatman af hans mati? Sko þetta er ekkert eðlilega erfitt sko. Hann er búin að gera margt. Já sko, það er engin íslandi afrega meira en Horny Tatman sko. Fullt af fólki sem veitur fer. Þú veist, hann bjóð til Lemon from scratch. Skil, hann fór bara eitthvað fund með eitthvað liði og þú maður búið til eitthvað búið hérna og kom bara Horny Tatman með hugmynd, hörru, let's make a sandwich og kallum hann að Lemon. Hörru, allt í það voru eitthvað frægægt samlokastæðar full time sko. Hörru, og svo Black Box Pizza Tatman smíðaði það with his bare hands og svo bjóð hann til F957 líka. Það er ástæða fyrir að við erum employed núna. Staðrenda villunar en allt í lagi. Það er þeirra þakka út með vinn. En svona, ég ætla að segja já. Og svo var hann hlaupi 10 km undir 39 myndum sem er ótrúlegt. Það er bretti á 16. Það er rosalega. Í undir 39 myndum. Er það brettið á 16? Ég held að sé brettið á 16 tempo. Ég náði að hanga mínúti á þeim hraða. Það er með rosalega stamin. Tók 10k. Frúin hvert er að gefa þess að staminu það? Hringdu bara í hann eftir. Ég segi að þegar hann bjóti best útastöðu í heimi F957. Já, það er náttúrulega kolvillur. Já, fyrst að ég það kolvittlust. Já, og hann sagði það ekki. Hvað sagði hann? Þegar hann bjóð til þáttaröðuna Jæra fyrir mín. Já, það var good shit líka. Gert svo mikið, hvernig á ég giska á þetta? Já, það var eitthvað 10 years in the making. Það var halvur steg yfir. Gilsareit, síðasta spurning og þú trailar, þú verður að svara ekki rétt. Það verður að ná allavega hálfum punkt til að matcha. Hvert er fjólu, hver er svona faktor fjólu við Jón Gunnar? Sko, ég sé ekki fyrir mér, sko Tatman er ekki, þú veist, mígandi á gólfið og rópandi og skítandi í sig og heima, sko. Hann er ekki svo dóri dýr, hann er ekkert við allan daginn, sko. Mígand á gólfi? Nei, skilja, þú er ekki hundur? Nei, þú verður ekki á klósti, þú verður að pissa á gólfinu, þú verður ekki rekandi við og horfa sjónvarpið. Þetta er ekki þannig ykk. Nei, þannig að ég er að hugsa, sko. Þú ert svona snirtilegur, sko. Já, takk. Þannig ég er að hugsa, hvað er það sem fyrir taugarnar á fjólið? Það lítur alltaf er eitthvað, eðlilega. Já, hellingur. Ég held, sko, það var einhver Emil Ausmann að tala um daginn að hann er oft allsber heima, lappar Allsber. Emil Ausmann? Já, það vill enginn sjá það. Nei, þú ert allsber heima, sagði Emil. Ég? Sagði Emil Ausmann að ég væri allsber heima? Þú veist, þú klæðið við fötum í staðið að fara bara í ykkur svona cozy buxur eitthvað, þú ætti bara penistin og fjóðin var eitthvað svona Jóngin að fara í föt núna. Af hverju voru þið Emil Ausmann að ræða þetta? Hvað er ég? Hvað umræðið var þetta? Hvað sátti þið bara á Arabar að ræða þetta? Ég held að þið sé bara að þú ert oft eitthvað bara allsber heima og þú oft er föt. Og það er ykk á konuna? Ég veit ekki hvað, ég bara hugsa upp á þetta. Það er punktur á mig núna. Það er að reyna að tapa. Það er gullspjald á Emil, æsku við minn fyrir það fyrsta sko. Hann alltaf bara með sömu konu sér 1990. Þú voru þá að gefa hann lestur? Ég gefa hann lestur reglulega. Hvað svarið á Tatman?
Hann er haugur, hann er bara svona latur, natural haugur. Hvernig þá? Já, bara, veist, þið detti það að reyfa mikið einhvern leik. Nei, ég er ekkert í það, föt og gólfinu, hvað er ég 13 á? Já, bara, veist, ég nenni ekki að reyfa mig og það er ekkert ofta því ég er alltaf eitthvað að reyfa. 10 km 39 mínútum? Já, ofta. Það er svona, detti eitthvað svona tímbil og ég er ekki að hugsa nógu vel um mig. Þetta er svolítið þar, sko. Já, bara, veist. Þetta og við sófanum. Bara dæliði brauð og bræðaref. Já, brauð og bræðaref. Og ættir að gera eitthvað annað. Takk, já, þá ætti ég að vera að reyfa mig. Ég átti að vita þetta. Enda með byggja fjall, veri í sporthúsinu. Hann er brauðfíkill, hann er búin að segja mér að miljónsinu sko. Þú getur snúið hnípnum í sárinu, Tatman. Hvað er ykkið hjá Gurri á Gilsan? Það er ykkið hjá Gurri. Sýkala spurning sko, ég þessi betur fyrir það er ekki gjótt með hennar lið sko. Ég get ekki sagt að ekki en að sé að vinna mikið. Þegar vinnur alltaf sjólarhingin, þá var það löngu skilin. Þá væri snirtifræðingur bara núna að skelli hlægindi með alimony og Ísei væri bara að leggja inn á hann og hún fengi frið. Þannig að það getur ekki verið það, að því að hann vinnur helviti mikið. Það er ykkið. Þetta er bara erfið spurning. Hann fyrir alltaf að sofa kl. 9 á kvöldi. Ég ætla að segja að það sé það. Það getur ekki verið sexy að kallmann sem er 43 og hann er bara að sofa bara svona unga bat. Sko mér lendar, þetta er eitt af þessum mómentum sem að svona ég heyri svarið og mér langar eiginlega að gefa honum hálfa punktana fyrir þetta, það er margt til í sig á hún sko. Já, það er ekkert að það logar ekkert hjá snirtifrægnum þegar þú er bara út í vagnu að taka lög. Það er klukkar hringið 5:30. Það er klukkar hringið 5:30. Það geti ekkert farið og sendið byrjum sko. En það er ekki sem að sagði að hann skilur eftir föt á gólfinu sem pirrar og hata það með ástriðu. Já, hvað er það? Ertu 13 ára krakkið? Skilur eftir föt á gólfinu? Ég er að vinna í þessu Tatman. En þú sagði samt að það sem It's my cross to bear. En spáði þess að þennan vítarhing sem þú ert í. Ekki en er það, þú setir föt á gólfið skilur eftir, bara eins og einhver pirrar úlingur sem er alvöru verkefni fyrir snirtifræðingin. En það sem að kveikir inn er það að þú setir í vél. Já, þetta sjá að patternana. Ég verði eiginlega að gefa Gilsanum fallengun á þetta í dag sko. Hann var með ykklaust líf. Ég meina, kona minnar við mig er til dæmis, ég er einhvern veginn þannig að þegar ég er að klippa með táneglunar ég get ekki verið inn á baði og gert það, þú veist, ég þarf að horfa á okkur, þannig ég fer inn í stofu og klippa með táneglunar. Hvað er þetta bara inn á baði svona fólk? Hvað ert að horfa á? Bíddu. Ferðu inn í stofu með naglaklippur í sófan, þessi sjónarpið er sko, og klippur á negluna þar fyrir fram að sjónarpið. Nei, þetta þá væri ég. Já, og hvað segir Valdís við því? Hún svona yfirlt læti svo bara hvernig var negluna skjóta þetta með öll gólf og það er að gera það sko. Gerist nú stundum. Akkur klippur ekki á baðir ég verði að fá að horfa á eitthvað. Já, ég ætla með skelvilega tær og okkar táneglur og annað. Ef ég verði að klippa táneglunar í sófanum heimi á mig. Já sko, það er skilnaður bara nú leið. Þú bara dillir í sófan bara með bara með konir í tækinu. Hún að fara í smá fótabað og svo fer ég bara með handklæði og svo bara klipp ég Já, mér langar að æla. Já, ég get bara vel ímyndið með það að Valdís sé ekki að kveiki, það er ekki flugveldasýning. Hversu oft hefur þú farið beint á bak eftir þetta mómentöður? Herðu, við skuldum auglýsingar og við höldum svo fram. Við höldum áfram hér í FM 95 Blö á FM 957 föstudagurinn 3. maí og það er komið að, já ég veit ekki, spurningakeppnin, þá skáraðin spurt að svara. Það sko. Já, og þú ert með hvað, King of Summer. Já. Varstu með okkur í því líka? Nei sko, þú hefur verið nokkuð sem í þessu. Okay. Þú hefur keppt á móti C.J. í þessu, Kolb, en þú hefur aldrei keppt á móti Horny Teddy. Í King of Summer. Já. En það er svona, ég með nokkra keppni sem eru árlega og King of Summer er eina af þeim sko. Ég gæti líklega að tekið Blö og Stóni í King of Summer aftur næstu helgi sko. Já. Því að veist Hvaða aðra keppnir eru árlega? King of Christmas, King of Easter, King of Seamen, King of Spring, Sjómaður, King of Seamen. Sjómaður. Erstu vorni, heyrði ég daginn? Já, það er svolítið apríl sko. Vor, út af því það er science bakvið að fólk er meira horni á vorin sko. Út af því það er eitthvað byrjað að byrta og það er science. Finnur þú það hjá sjálfum þér? Þetta er ekki bara ég að bulla. Ok, talandu þig að bulla. Finnur þú það hjá sjálfum þér? Þú setur meira vorni í mars, apríl? Það er geggjur spurning sko. Ég er jól sko. Ha? Já, ég er desember. Hvað með, ertu Christmas horny eða? Já, bara, þú veist, jólin er bara minn tími. Þetta var ekkert eðla einlega, svo svona greið þetta rætt. Já, ég meina, hann gifti svo aðfokk þetta, sko.
Þannig að alltaf bara veikast á jólamat. Þau sé líka hvernig skreiti alltaf hjá sér. En að november, desember alveg álag á dísu. Já, aðalega, ég ætlum ekki að segja álag, en allavega, já. Desember er minn mánuður. Já, það er bara fallegt. Myrkur, kertaljós og bara... Hann skreiti svona 7. til 10. november. Ég gef mér að ef að jólun er hans tími, þá vil hann lengja stemminguna, sko. Ég vissi að það var jólabad. Ég byrja fyrsta sunnudaginn í november að skreita. Fyrsta sunnudag í november að jólaskreita heima hjá þér? Þetta er ruggla dæmi, sko. Hæ? Já. Bara Chevy Chase eitthvað? Já. Já, ok. Já. Herru, en hérna, hvað segir þú? Byrja þetta? Ég vissi ekki að það var rugglaður jóla, gómur, sko. Ég vissi ekki að það var graður í jólunum, sko. Það er glænýtt info. Þú mútt eitthvað vinna með þetta í framtíðinni. Oft, eins og amma sagði, fæstor bera minnst ábyrgð. Sko, málega sérstaklega í kringum skýrhausinn. Við unnum saman, ég og Richie. Hann var sölumar í sporthúsur á síðan tíma. Það vann sér sölumar í sporthúsinu. Hann og Kitty Pauls. Kitty Pauls. Það var geggjaði tími. 2 sölumenn, Richie og Kitty Pauls. Sem er allir vitað að sölumar og kynnsvíkill í sporthúsinu, Kitty Pauls. En sko, þetta voru 2 saman. Fór ekki að baka okkur vakt. Þetta er verið bara svo tango og kass. Manstu þú labbaðir skrifstofu til mín og glöggulössu og sagði þið mig, ég var að segja eitt Gilsi, þú voru lofa að grjóta það saman, sko. Aldrei opna þessa samræði við eigin 10 mínútur síðar vissu allir starfsmenn sporthúsins og meiri svo að þeir sem voru ekki á vakt. Já, þú treystir honum ekki fyrir nein. Já, sko, þetta var bara offindið. Og Blöð opnaði þessi líka einu svona æfingu. Gilsar hann á Blöð, þá opnaði Blöð sig hann og voruð heppin í hádeginu. Gilsar hann unni svolítið með það. Það er aðeins búið að vinna með það síðan. Sko, ef þetta er ekkert svo alvarlegt, ef þú segir mér kannski verða að halda kjafti. Það hljómar heppin í hádeginu heldur vel. Ég sagði þér að grjóthalda kjafti. Ég veit, en það var offindið, Richie. Það bara varð að vinna með það. Já, finnst það að saga sér heilt átti að þegja bara. Já, ekki sens. Var það flókið það? Sko, hann er alltaf að leita content. Hann er content creator. Nei, ég er að creator. Hann er creator. Trúðar segja content creator. Ok, þú ert creator. Nú tekur content út, þú ert að creator. Já, ok, frábært. Hann er bara uppið það, svo þetta ekki svo opos. King of Summer. Ok. Og vill maður vinna þetta? Ég vill maður vinna einhvað. Ef þú vilt vera King of Summer, þú vilt vinna það. Tengist þetta sumrinu? Já, ég held að sko titill spurningakefnar hefur ekkert að gera með spurningarnar oft, sko. Heldur þú að byrja alla daga í sumar á 2 jager? Nei. Ok, en þú byrjar allavega 1-2 dagi hverju viku og Ég líður samt stundum eins og ég sé að tala við Kaka Ríki Páagauk því að tala við Gilsarðan. Hann veit alveg, ég er bara með jager því ég er í útlöndum. Þá byrja ég alla dag á jager. Ég skal bara viðurkenna það fúslega. Ég byrja á 2 klösum. Er það eitthvað svona maga? Já, bara aðeins að drekk mikið bjór, ég er mikið í svona brauði og kolvetnum. Ég stundur bara erfiður í maganum á mótnana. Þannig ég fæ mig bara 2 klös á jager og ég skammast mér bara ekkert fyrir það. Ég gera það í útlöndum. Ekki allt sumar. Ég elska að við förum á tenni, labba upp á 5. hæðina og það er minn maður Richie og hann er komið með 2 jagerglös, sko. Það ertu bara með á herbygginu ískalt? Nei, ég bara fer bara á bakkan. Ég pantaði ekki skotglösum. Ég ger þetta svolítið flott. Ég pantaði þetta bara svona viskiglösum með klaka í. Þannig ég læt svona klakan settlast í þetta og ég svona dreipa á þessu bara svona í rólegheitunum. Já, drekki ykkur villimennska. Nei, það er reyndar, sko, Rósa Richie. Þannig ámar að drekka -18 50 ingredients, sko. Og þetta er, við rættum það að við fórum hana í verksmiðuna, bara þú voru að skamma okkur, þetta er ekki skot. Sippa hann it. En af hverju taka þetta sem skot? Og þetta er bara miskilning. Ég hef aldrei fílað það. Þetta er bara stórt glas, mjólkuglas, klaki og sem södrar hann, þannig að taka jagerinn. Ég meina þannig ég fór til New York einhvern tímann að smakka taka út ykkur mexikanska staði og smakka alls konar tequila og eitthvað annað. Það er bara dreift á tequila, sko. Það er ekki eitthvað okkur sálaballi, salt og sítrona dreiftum ekki, sko. Þetta er bara málið, við Íslandingar erum bara við kunnum ekki algjörir tjöfis þessu lúðar, bara villimenn. Kunnum ekkert. Ég er bara ekki að gegja, ég get ekki drukkið tequila í dag til að berga lífið, sko, en þarna úti það er bara að dreipa á þessu, bara svo konjak, sko. Og ég tek grínlega svona með þessi 2 glös. Ég er alveg 40 myndu með þetta. Ég er bara ekki 4 sekúndur að keiri í þig. Ég sakna þess að sjá þig. Hvernig förum við félagandi tenni aftur? Ég vakna að fyrir út að bakka og ég sé Richard með 2 jagerglös. Þú finnir eitthvað að ferð fyrir okkur. Þú ert að það 6 sinum á ári. Akkur flytur ekki bara. Taktu bara kaldan og sá þetta og opnaði ferðinu. Það er að fá Richie beint út bara í kvelli. Það neyja mig ekki í sumar því ég er að fara að ferðast í Íslandi í sumar og ég get að lofa því ég mun ekki byrja þetta á. Ég mun ekki byrja þetta á jager. Ég er ekki að keiri með 2 jager allan dag í miður. En góð spurning. Ertu með það sexy tat?
Á ég að segja já eða, þú veist Já, ég er með sexy tat Ég get staðið við að þú ert með að sexy tat. Þú ert með að sleeve. Og Richie, ert þú með að sexy tat? Já, Richie er með sexy tat. Já, ég myndi alveg segja, ég sem er sexy tat. Líka ég kom sem að handleggi núna og nú er þetta svona aðeins farið að... Hann er farið að jassa þetta. Smá handleggir, það er alveg handleggir. Og þetta líka hann að bekki 110. Repsa 110, by the way. En þú til að nýbúin að fæða þetta líka, ekki? Já, ég var með hérna svona handrukkara kross með træball. Já, ég man eftir Sigurgeir félagi minn, hann er með svona kýmveist tákn sem hann var skeggju hugmynd, ég held að standi fyrir Pattaya eða eitthvað sko Þú veist, hann er bara ennþá með þetta, þú veist, hann er bara alltaf að vera með þetta þess að þetta er fyndir sko Ég let laga þetta og ég tölvöld sáttar í dag. Já, þetta er allt annars. Kláraðu, okkur kláraðu ekki ermina? Ég ætla að klára. Ég ætla að taka þetta bara á. Ég ætla að fá mér 1 á ári, þá hann líður drefst. Já, fíla. 1 á hverju ári, þá hann líður drefst. Já, það er mjög stór, ég er ekki farið að hendi í, ég get bara svo mikið af þessu dótu, sko. Þú ert með ermi, komið ermi báðu mig. Nei, ég er með svona stök flúra á þessari en slatta. Er ég eininga á Ísli, ég er ekki með 1 tat. Það er eins og fucking asshole. Það er einnig ótrúlegt, sko. Þetta er heimil í framtíðin yfir allir. Já, það er málið. Ég ætla að skreita mig. Því að þú veist, þetta er bara eðlilegasti hlutur í dag. Svo veitir, eins mikið flúra og ég er, mér finnst allt viðbjór að fá þetta, sko. Ég með engan sársauka þröskuld, sko. Nei, ég er ekki öskran. Hefur þú fengið húðflúr undir ylina? Nei, þú tókst það. Þú tapar einhverju veðmála, ekki? Já, við Þorkil Mána Pétursson Leeds Manchester United í byggarnum þegar United var upp á sitt besta. Var það ekki viðbjöður? Já, það er sennilega versta tilfinning. Ég með á síðunni. Var það erfitt? Það var að líða yfir mig. Já, hérna með ég með á síðunni, það er mest viðbjöður. Með einhverja setningu eitthvað, sko. Ég ætlaði bara að hætta eftir 1 staf, að ég var bara að deyja. Þetta hérna, sko, handlegnum, það var ekkert mál, sko. Það er þetta fyrir eftir því, ég er með hérna innan á upphæðin með alvöru viðbjöður. Er það þegar þú ert að koma í bein eða er það best? Bein er hrikalegt, svo síðinni, það er ekkert mikið. Já, þetta er bara alvöru viðbjöður. Er það ekki með á mjóbakinu, svona eitthvað tribal? Nei, mjóbakinu. Hvað eru með tramp stamp? Heldur ég og Richard, 40 og 50, sem bara í G-strengum með tramp stamp. Hvað er að þér? En við erum samt með sexy tat. Við erum með nokkuð tattoo. Hérna það er já að bóða. Það er 1-1. Hefur frúin gripið í laumurhristing? Hvað er hérna? Maður er að spyrja, ein spurning bara á sal. Hérna, hvað kemur þetta sumrum í anskotanum við? Þetta var King of Christmas, þá var þetta 100% já á Richard, sko. Þú veist, að því að þú veist, hún gripi í laumurhristing á sumrið, þú komst ekki eins og með það, sko. Það bara hefur frúin gripi í laumurhristing. Þú gæst ekki eins og verið með sumar. Það reyndi ekki svona fyrir þetta. Nei, hann gæti ekki eins og verið með sumar konseptið, sko. Hann var ekki svona að reyna að fóra þetta. En þetta er bara, þetta á meira við yfir sumartíma. Það var allir léttir og þú veist. Ég get alveg sagt þetta var hávetur þegar þetta gerist. Þetta var bara í nóvember. Maður heyra aftur, allir léttir. Já, bara fólk er í gýr. Já, þú ert glaður með sjálf maður. Þetta er horny, þetta er moment út gripinu laumurhristing, sko. Þú veist svarið og allir sem eru búin að hlusta á hana þátt í 11 ár. Já, það er nei á mig, þannig að það er 2-1 í ögnumbygginu. Getur við gefið með smá recap hvernig þú skripin, Richie? Já, ég var að horfa á golfstöðuna. Það þóttist þetta bara að horfa á. Vá, ég er að heyra þetta í fyrsta skipti. Jesus fucking Christ, maður. Ástu mín, ég ætla aðeins fram að setja úr golfstöðuna. Er ekki bara góðs í það verið þenni? Einbeittur brotavili. Ég ber mikla verið. Það er ekki nema 37 mínútur eftir þessum þetta. Næsta spurning, takk. Coming in the lead. Shit. Myndur þú segja að þú var í graða til dagskrárstjóður FN97 frá upphafi? Hæ? Það því að báðu verið dagskrárstjóður hérna? Ég hef aldrei verið dagskrárstjóður FM. Þannig að það er 3-1 bara einstaklega. Þú varst dagskrárstjóður FN97. Ég hef aldrei verið dagskrárstjóður FM97. Ég var dagskrárstjóður í Móno árið 2000 eða 2001. Hver lögð þér meira að Horny Tetta verið dagskrárstjóður? Það lögði enginn nær, þú greifst það bara lofti. Ok, hverjir hafa verið dagskrárstjóður? King Höðureismann, Richie, Svali, Þröstur 3000, Ásgeir Kolbeinsson. Já, það er erfitt að vera gráður. Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Það er ekki hægt. Já, sko, þú ert ekki að vera að vinna Kolbarn. Nei, ég enda að segja bara nei. Kolbarinn, Svali, Heiðar Austmann. Þetta er gæðar ekki að vissa að þetta er Heiðar Austmann. Kolb háttaði okkur allan um okkur 3, sko. Hvað aðri gröðu gæðar að verið dagskrárstjórar? Bússi, Brynjamár, Bússi, Brian Ecklepen. Þetta er bara einhver 6 gröðustu gæðir sem Íslendingar eiga, sko. Hefur ógraður gæði verið dagskrárstjóri hérna?
Ég hef ekki verið dagskrárstjóri. Nei Hvað held ég að þú verið dagskrárstjóri hérna? Að því þú heldur ýmislegt. Nei, þú bjóst stöðuna til, það sem ég held ég. Nei, aftur, ég bjóð hann ekki til en takk. Ég get ekki, ég topp aldrei Kolbaran, veit ég. Það er ekki hægt að toppa Kolbaran. Þú toppar ekki Heiðar Östmann, sko. Nei. Og Brian. Nei. Og Ecclepen, ekki séns. Þú ert minnst graðast í gæðin í þessum hópríki. Ég var bara að gefa þér punkt. Það var aftast í langa röð, Richard. Við skal bara gera það glaður. Það er þetta rosalegur hópur, þetta er Dirty Dozen, sko. Já, sko, þetta er bara eitthvað sex, sko, já, þetta er annað topic, þetta er bara séð þáttur, bara að tala. Ævar Gött Munson var dagskrárstjóri FM. Hæ? Já. Hann er ekki ógræður. Var Ævar Gött Munson dagskrárstjóri FM 957? Já, ég held það. Hvernig er í anskotan? Það er náttúrulega bara, veist, a lifetime ago. Og var það svo uppgreitt ára bylgjuna? Já. Það er rosalegt. Já, meðan við erum ennþá í Monkey Class, sko. Heldur þú rífur eitthvað niður því í Jisk í sumar? Það er ótrúlega sem er eiginlega ótrúlegast við. Ég kem þetta einu sinna ári. Það er eiginlega ótrúlegt að sé. Nei, það er ótrúlegt að sé ennþá að þið séu að hlæja þessu. Það finnst mér að maður. Gól, er hann hlæja? Hann er bara svo hýrundur í Lion King, sko. Þú veist, ég bara skilir þetta ekki. Það er margt sem ég skilir ekki en að reyna að greina í sig, það er bara verfið, sko. En sko, Ted, þú svarar já hann að það var 2-2. Já, hvernig ætti ég að svara já? Af hverju ætti að gera það niður fyrir Jisk? Ég get lofa að Tedni fer í Jisk, fer ekki oft í Jisk? Ég fer ekki oft í Jisk og allra sístis að gera það niður mig, sko. Ok, ég meina, og nærði stundum í eitthvað, sængur eða klappstóla? Já, ég hoppa nýr á Smáratorg, negli mér inn í Jisk og gerði niður mig. Egil, það er nei á þessa spurningu. Þú ert svo rögglega, sko. Já, ég er ekki að fara að gera það í sumar. Það er enga líkur á því. Ekki nokkar einustu. Ég hörðu. En það er ennþá 3-1. Richie. Nei, það er ekki 3-1. Það er 2-1. 2-1. Þú veist ekki punktur þessa? Nei. Það er ein eftir og annarkoð bara sleppuðin eða bara Richard vann. Það var í síðustu. Heldur þú takið sumarlega, smekklega og mjög dannaða portrætt limimyndi FM 95 blöð hér á FM 957 skína lag ársins í fyrra og sko Jón Gunnar, þú ert nú mikið inn í tónlistar heiminum og þar fram eftir göttunum. Manstu eftir einhverju svona íslensku lagi hjá gæja sem er svona að koma sér á framfæri, er svona að byrja sem nær bara þessu monster hittara bara svona strax? Nei, eiginlega ekki. Og svo ég er ekki að eins og maður tala bara meðan Mæka voru nýri. Ég fæ ekki leið á þessu lagi. Nei. Þetta er bara brilliant hittari, sko. Og ég hlusta endast og ég hlusta rosalega mikið á nýja tónlist og mikið á nýri íslengur tónlist og svona og bara gamall út af svani. Þetta er rosalegur hittari, sko. Og líka bara alveg sama bara, veist, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar, háskólar, vinnugig, bara einmitt, brúðkaup, skiptir engum að leið, settu skína á, partíð er í gang. Álfur heitari sem Dr. Pretty og Luigi smíðuðu þarna. Já, bara alveg stóru vinur minn Patrik, þetta er hrikalega vel gert. Gilsari, eitthvað sem er kvíðið fyrir eða kveið nú eitthvað aðeins spurningakeppninni, þá ertu líka með þennan lið og það er spurt og svara. Sko, spurningakeppnin er nú yfirleitt meira krefjandi en spurt og svara. Spurt og svara er bara fólk sem er núna að hlusta í bílnum og heima í bústanum og TN og BN og þú veist, fólk sem er eitthvað vesen og veit ekki hvað það á að leita. Veist, hvert leitar með vandamál þetta sendir ykkur lækniskilabóð og svarar þetta 6 mánuði, sko. Akkurat. Þannig að fólk sendir á þig að það sem ég bara áðan. Já, ég staldra alltaf við því að veit aldrei að ég er að kominga samt er fólk að senda þér, þannig að mér finnst það magnað. Ég setti það á The Gram 15.02. Já, reyndar, þannig að fólk hafði þau vorum að preppa félagarnir og eftir það hefur mailið mitt logað. Ok. Já. Og það veit allir þið eru hérna. Ok. Þannig að mótu 2 spurningar. Ein er mjög stutt og hinn er aðeins lengri. Ég spáði ekki bara fara í stuttu, svörum henni. Ok, sæll Egill. Valdís hérna, vinkona þín og eiginkona Ríkards. Já, ég mitt. Valdís að senda spurningar. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Og því ég valdi meila hann fara rosalega vallega núna. Hvað mennur þau? Ekki vera að blanda hennin í þetta. Nei, ég bara Hún sendi bara mail, sko. Hún sendi hún alltaf alls ekki mail. Ekki taka þátt í þessu. Ég frétti að maðurinn minn var í þáttunum í dag. Hann svaraði mér ekki þegar við erum heima en okkar bara sendi hún skilabóð þér. Sæll Ríkard, ásti mín. Sæll Ríkard, ásti mín.
Aldrei kallið mig Ríkard, held ég bara nema svona tvísta sinnum á svona 20 ára ferðl okkar Já, ok Hún hendi það Þetta er kannski báðið formlegt, hún er að meila á mig ok Nokkur hluti sem ég vil ræða Ekki nóg með það Ríkard minna að þú sleikjar á það puttana, reki við og rópir eins og fóða borga fyrir það Þá klippur líka neglurnar í sófanum heima Og geggjar í beddarum, ég elska á þetta lífunni Þetta er eitthvað sem við getum skoðað Kær kveðja Valdís Ég gef þér 3 sekundir að finna næstu spurningu annars íti okkar endakan Þetta var örstu En hvað hún að beðja mann það? Ég skil það Hvað er málið? Hver er spurning? Ég held að þetta naglatriði hérna í sófanum Já, ég var að segja það bara fyrir nokkru mínútur síðan Sendu þau bara beintið það? Hún hendi bara strax í tölupost Hún er bara að hlusta Við líka kaffa Valdís er bara á tánum Grínlöst 3 sekundur fara fyrir næstu spurningu Ég held að vera að hendi í næstu sko Valdís er bara snögg Ok, fyrir mér næstu Ok, þeir eru þá að leysa næstu Leysið hana Við þurfum að leysa hana Veit ég út að segja tetti að þig eða hvað Hello muscular creator Guðmynd Já The most muscular creator in the world Hann heldur bara áfram með það Ég bara lesa mail Spurningi mín í dag er ekki á þig creator Kallar þið einhver creator? Þetta er svo volgært versnar Þú ert á 50-saldri Þó það væri geggjað að fá þig til að leysa vandamál Það sé út frábær í að leysa vandamál Og svo ertu bara frábær Þú ert lausna miðar, það er rétt Í rauninni ekkert eðlilega frábær Það er mikið Er hrós að á koma mig í byrjun. spurning eða? Já, þegar ég frétti að Jón Gunnar Geirdal eða Horny Ted væri með í dag Er hann að fráma samlokustaf á þingur eða? Er hann sköllóttur? Pizzastað? Eða sko Samlokustaf á þingari Ég er samlokustaf á þingari Ég Ef vona ekki það. þá er hann frá opnan sko. Já, sem ég var klár að lesa Þegar ég frétti Jón Gunnar Geirdal eða Horny Ted var með í dag Og King Richie Nú, ok Þá var ég að senda spurningu Málið er að bæði Rikki og Geirdal geta svara mér Sem er rosalegt Þannig að spurningin er að þá báða Og með þetta væntum ef að báðir geti gefið mér langt og gott svar Já, ég hef ekki beðið Ég er ekki útastöðin á Reyðarfirði Og það er alveg klálega Vinsalast útastöðin hérna fyrir austan Ég er orðið net celebrity hérna í rauninni Ég er komin í Á Reyðarfirði Já, veist, ég er að lesa meil náttúrulega bara frá okkur mestaræðina Komin í hvíta buxur og bimma Rétt Hvað ertu skegna? Hvernig vissu þetta? Það segir orðið Ég er komin í hvíta buxur og bimma eins og Richie Ég er nettur kongur, það er svolítið staðan, segir hann Ég er nettur kóng Ég er fárlega líkur Ted og Richie í útliti Ég er eins og þeir, æfis á skeppna, allan á sring En samt alltaf helviti mjúkur Og svo er ég með að Ted Þannig að Það er alltaf sama Þetta er bara meil Þetta er ekki Já, Þetta er ég er eins og glænýtt meil skepna en ég er samt mjúkur Já, þetta er smekli orðið Hann er bara solid Hann er tvistur sem ekki ég að segja þessi ykkur í engu standi sko, þetta verður mjúkir Já. En æfið það, Rikki er í sportasunni 24/7 Já, ég meina ég er búin í fjárþjálfum sem 2015 og ég er ennþá tvistur Þannig að ég er eitthvað að gera við þetta sko. Og svo segir Rikka engaþjálfarinn Svo segir, máli spurningin er við þurfum að leysa þetta vandamál sem mestaræðina Já, hvað er vandamál? Hvert er vandamál? Ef ég má lesa og koma á vandamál Sér segir hann að geta svo bara sem 2,25% túborg Það er lengsta spurning Í rauninni, segir þessi mestari leiku líf við mig fyrir þannig eitt smáatrið Útastöðun hérna er ekkert að keirast upp í hlustun Hlustun er alveg eins, sama hvað ég geri Og svo var King Valli sportinn í bænum en daginn að túra með Baldur fórstaframböðu þetta Og ég sá Valla sitja þetta með kaffibólla og ég gekk að hann og spurði plögg mestarna sjálfan Valli, hvernig eigir hlustun á stöðunni hjá mér? Valli horfði á mig, sagði ekkert fekk sér sopa af kaffinu og svaraði svona 45 sekundur setna eftir vel óþægilega þögn Þú ert ekki nógu gráður Svo labbaði hann í burtu, eina sem hann sagði Þú ert ekki nógu gráður og fór Svala það heilræði frá Valgeiri Magnúsinni vinni mínum Svala sem ég séð, segir þessi mestari Þannig spurningin er á strákarna Þess að þetta er þeirra specialty Hvernig gerir mig gráðari? Á ég að gera eins og margir entrepreneurs gera að sleppa hrista sig í 3-6 mánuði Eða þar ég að fara á keislu Hvernig leysi ég þetta? Hvernig verði ég jafn gráður og Richie og Horny Ted? Hvernig RRR, Randy Ragnar frá Reyðarfirði Randy Ragnar frá Reyðarfirði í hvítum buxum og bimma og með útastöð og Reyðarfirði Valli Sport sagði hann er ekki nógu gráður Ég var að vinna með Valli Sport á Kiss FM og hann gefið mig alls konar svona góða ráleggingar sko. Hann sagði eins og mig að alltaf brosa á talimækin þegar fólk heyri út brosandi Ef þú ert í fílu það heyri það Fólk heyri það Verð alltaf brosandi í mæknum
Og hann að segja þessum gæja, hann bara ekki nóg gráður. Þið eru tveir, gröðustu menn landsins. Leysu þetta. Ég reyndar alls ekki. Vist að Richard var aftast í langri röðu dagskrárstjóra sem að hér á þessar ágættu stöð sem eru aðeins meira vorni en hann, sko. En hvernig rýfur Randy Ragnar fór reyðaferði hlusturinn upp hann fyrir austan? Já. Það með að sem sagt Randy spurði Valla sport ótrúlega sé að taka Valli á túrum landið, það er staðfest. Hann túra með Baldur. Já, vinnum saman. Var reyðaferði. Já, hlustun er ekki nógu góð því að hann er ekki nógu gráður. Já, ok. Er það ekki bara eitthvað, þú veist, að það er að vera aggressívar eða eitthvað? Ég meina, entrepreneurs í dag hrista sig ekki. Við tekja alltaf, og fylgjast með þessum helstu okkur sem í dag, sem eru vinsæstur á Instagram, það hættir að hrista sig. Hverjir? Lesið ekki fréttir það? Nei. Jú, ég les fréttir, en ég les ekki hvað áhrifavaldar eru að hrista sig og hverjir ekki hættir að hrista sig. Þeir eru hætti. Entrepreneurs. Út af því að vera aggressívar. Elon Musk eða þú veist hvað hverjir? Nei, það eru Íslendingar sem eins og til dæmis Litli-Gilsi Gemil, hann er hættur að hrista sig, hann hrista sig ekki lengur, hann er að fá það ekki um mænur og sáu það hann er ekki tími í það, hann er að hlaupa upp á Esjuna með einhverju löffrængi í Garabæn, sko. Já, og veist, það eru margir sem menn eru að hættur, ég held að hvernig leysur þetta fyrir Randy? Önnugum frétt er núna bara að menn hrista sig ekki lengur. Ég bara, þú veist, þegar hann byrja, ég bara fegin að Randy er ekki opnað samlokk og pizzastað og Reyðarfirði, hann er með útvarpsstöð sem er svolítið nýtt twist, sko. Hann er ekki sköllóttur, hann er samt mjúkur eins og við, samt í fínu standi eins og einkaþjálfarinn minn síðan 2015 sagði, sko. En ef einhver getur rála þessum gæja hvernig þú keyrir plustun, þá eru það þið tveir, sko. Já, Randy slökkt á sér útastöð og fara út að hlaupa. Það er bara mitt ráð, bara hinga og ekki lengra. Bara takk fyrir þessar spurningar. Þetta er ríkilega ráðleggingin, ok? Já, ég hef samt ánað með Valla, sko, þetta er grjótart ráð. Ég hef bara einhver við þetta að bæta, sko. Það er bara að taka þátt í þessu, sko. Tónlistarstöðin FM 957. Eitt af nýju og fersku lögunum sem er í gangi í íslenskri tónlistarsenu, Aron Khan, Money heitir þetta lag. Mest streymda lag landsins. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Hrikalega gott lag, flott vídeo. Richard ekki lengi að taka þetta í spilunni. Það er nákvæmlega þannig. Kann þetta. Herðu, svona það finnur svona steyttast í að við kveðjum, en ég er að horta Njarðvíkur eftir smástund. Njarðvík Valur í kvöld. Já, hvernig Körunni. Þú ert okkar sérfræðingur. Já. Hvernig fer það, Richie? Sko, Valur sem var deildamestari, þeir letu gera niður sig í fyrsta leiknum á heimavelli. Þeir með 20 pluss stigum fyrir Njarðvíkingum og nú er Njarðvík á heimavelli í kvöld, það með að ég veit ekki alveg hvað svona, þú veist, þetta er ekki þægilegu leikur til þess að setja tákn á, sko. Nei, Njarðvík, vistir, hallar að þeir klári hérna. Þú ert að hana til valsa þessi leiki, sko. Já, ég veit, en nú er ég bara að fara að lýsa í kvöld og nú þarf maður að vera bara hlutlaus, diplomatískur. Algjörlega. Eina sem ég vona, þú ert það alltaf. Ég vil fá spennu. Já, alveg leik. Það er eina sem ég byggðum. Og líka, ég elska að þú ert kolvöskarandi, kolvittlus. Þannig að öskara ekstra mikið fyrir mig kvöld. Ég geta samt ekki að 25 stegar munu fyrir öðru liðinu. Nei, þá er ekki. En ef ykkur setur glæsilega þrist, þá veit ég heyra því bara svona skvíkskólari öskur. Já, ok. Robert, hvað er að fara í núna? Herru, við erum að fara í sturlaða staðreyndir og þetta eru 5 staðreyndir nema ein þarna er bullshit. Ok. Má ég nota gerfugendina þegar ég hjálpa mér í þessu? Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Skrúa fyrir gerfugendina. Ég talaði við AI allan daginn, sko. 9 bestu vinir mér, sko. Spurst hann öllu, sko. Drengir, starfsemi heilans er meiri á nóttunni heldur en á degi til. Það er rétt. Já, ég held sér rétt. Það er bara því ég er svefnsérfræðingur. Já, þú ert svefnsérfræðingur. Ég er að trakka svefni með bæði með hring og úri. Já, þú segir með kórunu, sko. Það er eina svo eftir. Þegar þú sefur, það var svefnkoncept í dag. Já, ég er alveg með það. Þegar þú sefur, því kaldara sem er í herberginu, room temperature, er líklegra að þú fáir martraðir. Dreymi verð eftir því sem er kaldar en í herbyggi. Þetta er manúr. Já, þannig að þú nær betið djúpsvefn eða það er kaldara. Þú vilt ekki hafa opnin og styr, þú vilt hafa kalt inni. Það er svona aðeins. En ég veit ekki alveg með, sko ég hef aldrei á æfuminni fengið martröð. Það er ekki martröð. Já. Hæ, hvað er það að dreyma það? Ég hef aldrei einu sinni. Einhver ógn, einhver hætta eitthvað, þú veist eitthvað. Og vaktan öskrandi. Já, þetta líka. Það er bara hann á kipist við bara. Já, en þetta er ekki martröð.
Það er einhver elda eða eitthvað tekur svo leið sko. Og öskar eru bara mjög móðsjúkur. Það er ekki martraðir. Ég held ekki. Hæ? Nei. Það var allir ekki martraðir. Ég bara Það er ekki verst að þú ert hérna, þú nærið ekki að vakna. Þú veist, þú ert að dreyma og farin á milli sveps og vöku. Þannig ég fikk ekki svoleiðis nokkuð. Hvað dreymið þig, Richie? Bara eindóma regnboga? Já, nei, mér fæ ofta alveg reglulega martraðir sko. Og Oft og reglulega? Hvað er það, þú veist? Já, bara til dæmis fæ ég reglulega martröð í kvöld eftir þennan þátt bara. Þér sko. Gott dæmið sko. Ég martröðin hans. Þetta var KO. Þú tíjar þetta upp fyrir hann. Já, það er bara þannig. Það rignir demöntum á Jupiter. Hljómar þess að fucking manure. Já, þetta hljómar þess að manure. Það rignir diamonds. Námið nokkuð demanta. Tjóðari til í að Ég væri til í það reyndar fá demanta rigningu hérna á Íslandi. Hérna, við vorum að segja manure á hann. Ég er ekki sérfræðingur í the space. Nú þetta ég Steinda, hann er áhuga maður the space sko. Já. En rignir demöntum, var það ekki bara og farið það málið? Þetta getur vel verið sér rétt sko. Við vitum ekki neitt sko. Hvað er með spurningu bjór eða svepp? Nei, við heldum bara áfram. Adolf Hitler var tilnefndur í síðara heimsstyrjöldinni til friðarverðlauna Nobels. Það er rétt. Já. Spáðið í Time Magazine Man of the Year líka. Spáðið í því. Já, og tilnefnd til friðarverðlauna Nobels. Það er smá irony þar í dag. Eldast ekki vel. Aðeins yfir í Hollywood. Það mun allir eftir myndinni Forrest Gump. Run Forrest. Besta mynd sem ég sé. Sæið þið fyrir ykkur eitthvað annan en Tom Hanks sem Forrest Gump? Eftir á að higgja er auðvitað að segja það. Nei, eftir á. Þú getur samt sagt þetta nánast hvaða bíómynd sem er. Ég myndi segja við þig, sæður True Lies fyrir með eitthvað öðrum Arnold Schwarzenegger. Og sæður fyrir þér Rocky með eitthvað öðrum Sly Stallone. Þetta er drullu erfið spurningu þegar Mikill og sterkur karakter. Wolf of Wall Street, annar en Leo. Já. En hins vegar var hérna Tom Hanks alls ekki fyrsta kostur. Ok. Handritshöfundar og leikstjóra myndarinnar. Hvern vildu þeir? John Travolta. Ég sé ekki fyrir mig John Travolta. Just kept on rolling. Nei. Sérðu fyrir hann segja það? Bubba Gump. Nei. Þú veist. Nei. Shindu Becknum hana í jakkafutunum. John Travolta. Nei, menn hann á bara með Samuel L. Jackson í Pulp sko. Já, þetta er bara og Saturday Night Fever og Grease og þetta endaði svo átt að enda sko, alltaf Hanks. Það var fullkomið kast þarna. Síðasta sturlaða staðreyndin. Guðmundur Benediktsson, okkar ásælasti lýsandi þjóðarinnar. Geben tók þátt í keppninni Herra Norðurland árið 1993. Þá var aðeins 19 ára gamall og endaði þar í 3. sæti og tók bronsið. Það er rosalegt. Hann er þetta heldur huggulegur sko. Það er ekkert eðlilega myndir. Hann með rosalega sítt háraðna sko. Það er streikt aftur það. Já, þannig að hann byrjaði að spila með Þóra Akureyri Ég ætla bara þegar ég var gutt og annað. Það voru bara Tvíburinn på Skaga, Gummi Ben og Tjeki í Vestmanníu sko. Ég var líka fór á pall sko. Þetta er málið, ég færi svona miljósinnum á Herra Ísland að supporta vini mína sem að allir hægt sér. Ég menn þegar Harry Ísland félagið mér fór og kæfti. Ég mættum að það með svona 300 manna stuðnismannahóp með eitthvað risa plaggut og allt. Aldrei neitt keppandi í Herra Ísland þegar ég hef mikið support og Harry Ísland. Já, hann tankaði. Hann var ekki þessi top 5. Og veist, það var ekki, hörðu álfur og hæging með þennan styrn. Það er skellur á prins Harry sko. Já, veist, þannig að þú veist, GB fór á pall sko. Já. Hver er hrossaskíturinn hann? Ríkapa þetta. Já, ríkapa þetta. Sko, starfsemi heilan sem er á nóttunni heldur hann að degi til. Rétt. Þegar þú sefur, því kaldara sem er í herberginu þá meiri líkur og fáir martraðir. Gæti verið manjur. Adolf Hitler tilnefndur til Nobel, friðarverðlauna Nobels. John Travolta átti upprunnilega að leika Forrest Gump. Líklega rétt. Hafnaði hlutverkinu. Svo ég haldi hér áfram. Já, rignir demöntum á Jupiter. Gæti verið manjur. Og GB-n. Og svo GB-n. GB-n er rétt sko. Ég sé að GB-n er bara hugulur. Það er ég myndi að halda að rigna demöntum sem er eitthvað mest að fucking horse manure sem ég hef henni heyrt. Já, það er manure. Eru báðir sammálaðir? Eða martraðir hérna með kallt hérri. Já. Það er alveg hvort, eru með þetta? Nei, ég meina ég ætla að segja herbyggið, þú tekur Jupiter. Villust ég okkur báðum. Ha? GB-n? Gummi Ben hefur aldrei verið í neittni fegurarsamkeppni. Er þetta grínast? Ég sá hann bara fyrir mér. Hefur þið séð GB-n? Já. Þetta var á sínum tíma inn í Sexual Crime. Early 90s GB-n.
En ég veit Setja hann í ekki hvort að vinkilinn Gummi og taka Ben bronsið hafi í herra Norðurland. átt eitthvað fyrir sér á palli 1.63 á hæð sko. Jó, ég sagði með þetta andlit og hárið sleikt aftur. Er GBN 1.63? Væri það ekki samt komið í fjölmiðla Væri það samt ekki komið í fjölmiðla ef hann hefði Það væri potið búið að rifja það upp svona annars Það lagið. er mikið að sexy gæði sem hafa keft í herra Ísland sem bara, þú veist ekki í dag sko. Hefði það ekki verið rifjað upp í fyrra bara á vísi 30 ár síðan að GBN tók bronsið? Keftið þú aldrei með þetta andlit? Nei Ég var eitthvað svona móteljunit á tunglinu, það man ég. Hver er þínu vinum? Það er allir vinir sem tók þátt. Hver er þínu vinum tók þátt? Það er sko Rúnar Snæland vinur minn sem er mikill snillingur. Hann fór að kefti herra Norðurland eitthvað sko. Segði maður að komast á pall. Ég held hann að komast á pall sko. Hann er ekkert eðlilega glæsilegur líka. Tölur betur en Harry Ísland. Það var síðan fyrir fjölskyldu Prins Harry Skate með 300 manns á hótel Ívar Þór Hilmarsson stjörnumálari tók þátt í hérna herra Ísland líka. Hver? Ívar Þór Hilmarsson, vinur minn. Og ásalætti málari. Já, sem á stjörnumálun. Fór hann á svið? Hann fór á svið, hægði sér auðvitað, komst ekki áfram. Nei Akkur fórst þú ekki eitthvað svona herra kjæftaði sko? Þetta var huggulegu þetta ekki þáttan. Takk. Það er svona nummer 1, 2, 3. Ég er bara fein að þú svarar þessu. Partelli tók þátt sko. Það er minn besti maður sko. Telma frænka. Ég er bara að fara svona 404 samkeppnir sko. Aldrei náði í álfuru doll sko. Telma frænka, svona tóken frænka hjá Skýra. En hérna tók ekki Kristján Óli þátt? Fróðarinn. Í fegurðarsamkeppni? Kristján Óli, já. Í hvað fegurðarsamkeppni? Fróðarinn hefur ekki farið á sko, hann fór í svona ass-mauling koncept sem var allsber á rassinu sko, einhverju myndatöku. Nei, hvað? Það var eitthvað koncept sem hann fór í sko. Og svo er alltaf að hann fór í djúbulögina. Já, hann fór í djúbulögina. Og vann það pakkaði saman sko. Við vorum þar að sína stöðning á Astro. Hálfdán vinur minn stýrði djúbulögina. Það átti engin annar break þar sko. Og það fekk luxusferð til Grænlands þar með dömunni. Luxusferð til Grænlands? Það er svona svo vinnaferð til AC. Sko, 2 hluti sem maður kveiki aftur í. Djúbulögin þarf að byrja aftur og herra Ísland. Þetta er besta content sem þú byrja til. Djúbulögin var geggju sko. Hefur við byrjað með herra Ísland? Hefur ekki bara startað þessu 3 félagarnir? Já, byrjað þú, ég kem svo. Það kom að lokum í okkur í dag. Jón Gunnar, alltaf gaman að fá þið til okkar. Vonandi mun líða minni tíma en 1 ár. Það er til þú kemur hér næst, Gilsari. Always a pleasure. Alltaf klár þegar þetta kemur. Góða helgi, kæru hlustendur, og við heyrum síðar.